þá var ég búin að senda mikið að mér, sko, náum vel að mér, leit orðið bara, ég var bara gorgeous, fucking gorgeous, segja bara fucking gorgeous. Ok, við erum með Sibba hérna, hann hættur. Ég ger alltaf svona, við erum að djóka eitthvað og svo bara byrja þetta. Sibbi frændi minn, hvað ertu gamall? Þú ert náttúrulega elsta kynslóðin, sko, þetta er elsti maður sem ég fengi hérna. Nei, mamma er 5 ára eldri. Ég er þessi 45 ára. Það er 46, 27. apríl. Þú og Maggi, í mínum augum er alltaf 30, er alltaf bara 35 eða eitthvað. Já, það er bara fínt. Já, höldum því þannig bara, ekki? Já, en alltaf, hann hefur haldið sér aðeins betur til, sko. Já, hann er komið bummuna, sko. Og alltaf, Maggi er svo hávaksin, en hann er alltaf svona slátsjað niður. Já, mér minnir endur hann sé að hann er held ég aðeins herri en ég. Já, hann er held ég 1.90 eða næstu í það. Já, sko, ég er ég finn að segja fyrir því, sko, að ég var alltaf 1.90 eða svona 1.89,9, sko, bara alveg 1.90, en ég hef alltaf, og ég segi alltaf ég sé 1.90, en þannig að ég er orðin 1.89, eitthvað, sko, 4-5, þannig að það er bara þannig, við 25 aldurinn, þá ertu búin að ná hámarksþroska og svo byrjar að hörna smátt og smátt. Geggja með mig, ég er svo lítill, ég mun alltaf að lifa lengur þú veist, maður er lítill. Það er alltaf líka orðið, og svo líka ferðu betur með því, sko. Já, en sko, ég er alltaf, varst þú þegar varst yngri svona, þetta kallast body dysmorphia núna, ég maður ekki að það á íslensku, en svona að þér líður þess og varst alltaf spikfeiti og kannski, þú veist, leist svo vel út, sko, þegar varst hérna Elvis á Suðunni. Já, sko, já, það er þannig að fram að, sko, ástæðan fyrir að byrja að bæta á mig er náttúrulega fráfall mömmu hérna í nóvember 94 og þessi ástæðan er náttúrulega svo að maður fór úr þarna heimagerðu mat í öllum máltíðum eða lang flestum máltíðum allavega og hún gerir fyrir mig nesti í vinnuna og eitthvað svona, þá er að vinna í áttum skip sem er núna bíkói keflaði fyrir ykkur yngri hlustundur. Já, en svo náttúrulega bara fellur hún frá og þá bara og ég og pappi við kunnum að hitta pulsur og búið, sko. Þannig að það urðu bókstaflega pulsur og pítsur í öllum mál í langan tíma. Amma var þá á lífi, sko, átti mig sér heima bara hérna neðar í götuna á Sparisjóðshúsinu. Já, var afið bara ekkert elda? Bara... Nei, og þetta var náttúrulega, og þannig náttúrulega bara voru heimilin hérna áður fyrir, sko. Það var bara lang oftast allavega, sko. Og mamma var náttúrulega líka, sko, elst upp við það til svona, ég veit ekki hvað, 7-8 ára aldurs, að hún er bara heima. Svo fór hún að vinna. Þannig öll mín æska var ekki með hana heima, en hluti af frumæskunni, sem ég man eftir með sér sjálfur. Sko. Já, þannig að þú veist yngstur, þá var hún alltaf heima og bara vera mamma og svona. Já, en þá byrja kílón koma hægt og sígandi á mann, sko, og þarna, ég segi ekki, eins og ég líti út núna, ég fyrir mig ekki til félum með það, ég er 160 kílóa maður, sko, þarna var ég kannski að fara upp í 100 kílóin. Kannski, en ég vann þarna náttúrulega á skip alla dag, ég brendi mjög mikið. Það er eitthvað máli í svona vinnum, þú nærða að brenna þetta alltaf aðeins, sko. Já, svo er bara 96, sko, því fyrir að vinna við að gera strætó upp á Varnarsvæði, sko, hjá Varnarlinu, í gegnum sko, allra handa sem var með samning þá náttúrulega bara slaknaði svolítið á líkamannum í einhverju hreyfingu. Akkurat, og setja mest allan daginn, þannig að bara þú ert ekkert að hreyfa lengur. Já, en sambland af þessi setuvinnu og bara hamburgurum, pulsum, pítsum í öllum og svo þetta fór ég heima 97 í júní þannig ég var á svipum aldur og þú, hvað ertu búin að búa lengi hérna? Hvað er alveg sem þú fórst að heima? 2 ár núna. Já, þú fórst aðeins yngan nefnir þessi. Já, ég flytti bara þegar 8 ammali 20 ára. Já, ok, ég var 21 og rúmlega, sko, en við erum alltaf á svipum tíma hvað þetta varðar. Það var búið að hlaðast aðeins á mig og ég fór í átak 97-8 veturinn og sem ég slefti öllu nammi og borðaði appelsínu í staðan, svo alltaf bara hollan mat. Þú sagði, borðaði appelsínu í allan mat? Nei, sko, í staði fyrir allt nammi. Já, ég skilji. Þannig að í staði, sem alltaf vissulega, einhver náttúrusykur og svona. Ekki betra en Twix. Já, það er ekkert vafaðatri. En ég synti líka alla daga. Já, þú veist mikið því. Já, ég byrjaði að taka bara 200, það tók mig tíma að fara yfir 200 metrana, sko. Svo fór ég mjög fljótlega í 700 metra og var í því allan veturinn. Svo voru 98 þá var ég búin að senda mikið að mér, sko, náum vel að mér, leit orðið bara, ég var bara gorgeous, fucking gorgeous og þá fór ég að hlaupa líka út á, þess að ég tók alltaf hérna upphittu hlaupabrautina við hliðina á sundlauginni og synti kannski 200 metra, bara til að teygja mig. Var þetta í sundlaugin eina sem boxsöllin valið núna? Nei, við vorum, sko, mín kynnslóð, mín kynnslóð hún er náttúrulega stærri en minn aldur og árgerðnar svona 2 árum upp og niður, þau upplýðu breytinguna að fara úr gömlu í nýju. Það var veturinn 89-90 þessi fermingaveturinn minn, við byrjum að nöfra og fórum svo held ég í janúar, eitthvað februar 1990
uppið, en einhver ástæð mani þetta ágætlega sko. Þetta var allavega fermingaveturinn, kannski ég eitthvað ruglum með dagsetningarnar. Þannig að svo 9. og 10. Hann bara sko eins og þú, náttúrulega, þú þekki bara fyrst til 10. bekk, en þetta var fyrst náttúrulega alltaf 0 bekkurinn í gamla skólanum. Já, í litla skólamann hjá FS. Já, nei, hérna bara fyrir ofan hjá þér. Sem heitir hún eitthvað fjölskyldu. Já, bara fyrir framan Ísland til sem búið í Keflavíkina. Já, svona ská, og við Tjarnargötuna eiginlega, sko. Hún eiginlega ekki beint á móti Ísland, sko. Þetta ekki núna bara eitthvað svona félagsheimili sem notað bara af og til og eitthvað? Já, reyndar sko Myllubakkaskóla að nota þetta núna út af miklunni sem kom upp í skólan, sko, að hluta til, sko. Veistu hvort það sé komið 100%, ætla að taka niður eða? Nei, ég heldur að reyna nú að gera við þetta á þetta. Ég var svolítið að vonast bara að sjá nýjan skólan. Já, það náttúrulega væri, en hinn náttúrulega svaka bygging á sín tíma, sko. En við einmitt upplifum það að taka sko 0 bekk þarna, svo 1. til 5. í Myllubakkaskóla, þannig var bara öll Keflavík mætti í Myllubakkaskóla, svo fór allir í Holtaskóla í 7. til 9. en ég tók 7. og 7. Svo kom breytingin og fór svo 7. og 7. 9. og 10. Þá var 0 bekkur valmöguleiki, en það var tekið af þennan vetur og það var sett skylda 1. til 10. Þegar þú útskrifast, varstu þá svona asterisk eða eitthvað? Þessir aðeins heimskari, hann fór ekki 8. Nei, reynda, við föttum það ekki. Árgerinn slefti 8. sko. Já, okay. Þannig að eins og 70 til dæmis svo 4 árgerinn, hún upplifiði ekki breytingun. Hún seinasta árgerinn til að vera í 0 til 9. Það þú veist, fólk sem að horfa á þetta bara 77. Já, ég veit það. Þannig að ég bið sko markhópinn afsökunar á að vera að tala hérna hluti sem að fættust áður með þessi á mögulega sumir foreldrekkar fættust. En svona þetta bara það fyndi sko, þú veist, ég stoppaði af 12 ára krökkum og svo bara fullan konum og fólki út í búið sko. Já. Sem það ekki þetta núna, þannig að það allan anskutin að horfa á þetta, allt Keflavík, segjum það bara. Já, ég meina, þetta er bara frábært og eins og ég er búin að segja við undanfæri sko, að gaman aðeins drifkraft í þér og bara aldrei stoppa hann. Já, þú ert ekki orðið nógu mengaðar að lífinu eins og við við erum hann fastari fyrir sko. Ég meina, ég er eins mikið sko miðaldra forréttindapés og hægt að feitur forréttindapés og hægt að hafa það sko. Þessi húsið hann segja. Jú, ég meina, ég bý alveg sæmilega sko. Og þannig að en maður svona, það eru 20 ár hjá manni eftir að vinna á vinnumarkaði og það er ekkert hlaupið að fá vinnu eftir 50 með þessi vinnuna sko. Það er bara staðarinn sko. Það er náttúrulega, þú veist, huge partur af þessum drifkrafti eða whatever er bara hræðsla frá að upplega hrunið og ekki er náttúrulega vera að flytja endalaust. Já. Bara mamma er að fara í aðra vinnu og við erum að missa húsi og þannig ok, ég get stjórna mér, okkur læri ég ekki bara að vinna í mér og fá þessi skills til að, algjörlega vera með mitt eigin fyrirtæki eða hvað sem það verður sko. Þetta alltaf verður ennþá starra sko. Ég meina sumir lifalega podcastar, maður tekur tíma að ná því sko, því náttúrulega menni svo Sveppi og Pétur náttúrulega landstektir fyrirfram, það fengur náttúrulega strax svaka hlustun á beint í bílinn sko. En ég meina þeir fengur forgju bara því þeir voru þeir sko. Það er náttúrulega ég er bara podcast átándi dauðan sem ég hlusta á Bill Burr til dæmis síðan ég var 12 ára. Já. Ég er ekki þetta er ekki árþeng, þetta er næstu 5-10 árin þetta er long game sko. Akkurat. Og ég lendi í svona drullumalli eftir eitthvað 4 mánuði, það var þetta alltaf, þú veist, þetta er í hver einstu viku bara þú gera samvættóti og svona þannig ég byrjaði að gera Patreon, ok, ég get kannski fengið smá borgað fyrir þetta og var allt í einu bara pæli því. Já. Það er eiginlega ekkert sem skiptir máli. Ég veit að ef ég gerir þetta í 2-3 ár og verður bara betur í þessu. Já. Nú er alltaf að selja þessa peysur, það gengur ágætlega og veggspjald náttúrulega svona. Og það er bara byrjunin af hvað þetta verður sko. Þú eins og sé, þú ert að skapa þér nafn og það er bara eins og reyndan eins og því miður, nú segjum við sem eldri erum þinn aldur sem er ekki ykkur að kenna að það komur svo miklar sko, vinnumarkas hömlur á ykkur. Ég meina, ég fór að vinna ég strax í 10 ára sem að það úkast enda gert líka á 10 ára og þá gátt maður selt sjómánadagsmerki og 17. júnimerkið og alls konar merki og fengi hluta á ágáðunum. Auðvitað getur þessu ungur fara að byrja út blöð en ég fór að byrja að vinna í Járn og skip 1990 þegar ég fermast vorið og fyrir að vinna alla daga með skóla í Járn og skip. Það er akkurat málið. Ég upplæði þetta sko. Ég fer bara að vinna í fisk 15 ára. Það var ekki margir, þú veist náttúrulega Keflavík, það er ekkert mál að fara í Grindavík en Garðin sérstaklega, í Nesfisk. Akkurat. Leiðut 15-16 þá getur þú fengið vinnana sko. Já. En það er eiginlega ekkert svona, það er bara bónus eða netto eða svona, it's really it sko, þegar svona 17, 16, whatever. Akkurat. Það fara allir það sama sko. Já. Og náttúrulega réttindir aukast í hvert ár og svona eins og þú náttúrulega ammali
svona frekar snemma á sumar, svo svona minna það bara frændið alltaf bara 60 viku eftir því, sko, þannig ég sagði við svona minn, sko, Óli minn, þannig að núna á þessum aldri 15, 16, 17, 18, það gerir svo mikið á hverju ári í auknum réttindum. Í 14 ára var ég bara að vinna alla daga, sem þýttir það að ég var bara fjárhagslega sjálfstæður algjörlega þarna haustið 1990, sko. Hvernig var það? Leið og ég byrjaði að eignast pening og byrjaði svona skrifa niður, hvernig ég ætla að spara og byrjaði að kaupa kannski nammið þegar ég fer út með vinum mínum og byrjaði að kaupa kannski, ég keypti fyrstu tölvu mín og svona. Já. Þetta svolítið svona mengaði það, ég er ekkert að vera hægt að vinna, ég vil halda þetta áfram bara. Þetta nefnilega, akkurat, það er mjög góður punktur, vá. Fær smá pening, þú veist að stoppa. Þá kemstu, sko, þetta bara tvíeggja sverð, það bara, þú kemst á bragðið og það erfitt að fyrir alltaf eftir kannski hvað með mikið, ég meina margir háskólanemar eru í hálfri vinnu á veitingastöðum og hótelunum og svona til að hafa, að því að námslánin halda fólki svona varla uppi, þú hefur hlutastlega betra á námslánum erlendis heldur á Íslandi, en jú, ég upplifði þetta, sem þýtti það að hann var maður svo í vinnu all páskafríin og alltaf jólafríi var þá náttúrulega miklu lengra heldur en núna, ekkert eitthvað skóli fram í júní, hvað var lengi? Jólafríi var samt ekki nema kannski 2,5 vika, það var nú ekki meira það, en páskafríi var náttúrulega bara núna 10 dagar kannski mestalega. Já, það er nú alltaf 2 virkar vikur. Okay. Já, eins og þau voru búin held ég í haldaskóla á þessum skólum föstudeginu fyrir aðfangadag, alveg viku fyrir aðfangadag. Já, það er ekki þannig þegar ég var 10. bekk maður. Ég held að við klárum 21. og svo bara jólin. Já, það kannski það svoleiðis og það náttúrulega hundlega, en við vorum alltaf búin það bil svona 16. 17. og þá líka voru prófin búin. Já, akkurat. Þessi við náttúrulega rosalega skemmtileg mánuður, við varst það í grunnskóla, þú veist bara föndra og hlusta tónlist og eitthvað. Já, en prófin voru aðeins að skemmt, alltaf prófvika var svolítið leiðileg, hún var svona 5. til 10. eitthvað svona, hvernig þetta var, sko. Varst þú mikið prófkvíða eða hvernig? Nei, það ég var alltaf, sko, og svo, ég ætla að tapa ekki þræðinum, ég var svolítið til að muni ekki hvað, sem ég voru að tala þessi vinnu og peninga, akkurat. Að þarna, já, sko samt ekki gleyma þessu, en jú, sko, ég var alltaf sko góður í öllum fögum í sjálfu sér, í stærðfræði sérstaklega þangað til í 10. bekk þá byrjaði algebran og ég gat ekki skilið þetta, ég bara 2 + 2 + a, það er bara 2 og bara ég gat ekki náð og hérna ég nú bara ræddaði pappa ég sé nú ennþá betra bókina heldur en ég á okkur sískinunum á hann langbæst með lærdóm sko, það sýnir bara sérstaklega íslensku maður. Já, og ég þetta verðundar báður góðu þar en þetta liggur bara léttar fyrir sumum en ég gat, algebran kom ég rétt marði samræmdaprófin í stærðfræði en ég lék mér öllu hinnu sko og ég voru mjög færi íslensku. Og var mikil áhersla á samræmdaprófin þegar þú varst yngri? Þau voru það. Það var það og þetta var gagnrýnt meira þá samræmdaprófin, það bara allir áttu að vera alveg eins og það náttúrulega þá líka sko. Já, ég menn allir með sem dæmi að það var þegar byrjuð svo kvöldu sérdeild í Holtaskóla þegar ég var, við vorum þessi 76 ára genni Keflavík sko reyndar held ég á heimsvísu hef ég heyrt, miklu fámennari heldur en 75 og 77 ára gerinn, við vorum 100, það er svona give or take 2-3 eitthvað svo leiðis, við vorum bara 4 bekkir en 77, 70 og 75 ára gerinn voru 6 bekkir 20-25 manns í bekk en það var líka sko sérkennsla alltaf í boði fyrir hverja árgerð líka og þá var bara, eitthvað aðeins hægur í dönsku, þá var bara settur hennar bekk og þetta var svona áleitin tossabekkur en þetta voru samt ekki tossar, þeir kannski strákluðu eitthvað eitt fag en þetta svona það bara hendi mínu bekk já og bekkurinn svona þau oft voru líka svona kannski erfiðari nemendur settur hennin voru kannski en ég man og þessi svokallega tossabekkur í minni árgerð voru ekki neinir vitlisingar sko, þeir bara kannski áttu miklu verðlegum eitthvað eitt fag eitthvað svoleiðis, en það var ekki slagsmál við kennara bókstaflega neitt svoleiðis sko, en svo þá náttúrulega var bara allir átt að vera eins, þetta var bara 25 manna hópur, allir átt að geta það sama, jú, auðvitað vissur það var smá sveigjanleiki, en kerfið er miklu betri í dag heldur en það var sko. Ég meina samræðaprófin, ég man ennþá eftir samræðinu, vorum í 7. bekk í stærðfræði, þá kemur Eddi skólastjórinn og bara, hei, við það samræðaprófin að koma og var að peppa okkur upp svo þegar hann fer út þá djókar kennarinn bara, þetta er bara fyrir skólan skilur við, þetta er bara fyrir það og þá svona, ég spurði pappa út í það og ég hætti bara að reyna af því þetta var, hvað er ég að gera þetta fyrir ykkur, þetta er ekkert að hjálpa minni skólagöngu þannig að það gerði reyndar einhverjinnar úr þarna 10. bekk síðan tíma þegar ég var þær höfðu áhrif á það í hvaða áfanga hvort þú fórst í 101, 2, 103 í fjölbraut eins og ég sótt 92 nefna vetur sumarið og var smá mínikrepp á Íslandi ekki til líkingu við hrunið síðan 2008 sem að þú veist alltaf bara battir að það var þú manst það samt eftir því þetta er ekki svo alvarlegt en þá
var búið að tjá mig það að ég geti mögulega mist vinnunum hausti hjá Jóðaskip svo ég sótti skóla líka til að hafa varaplan og ég komst í 103 í öllu nema starfsfræði, það var 101 því ég hafði bara fengið 5 103 þá, þú veist, hæsta, já. Nú það 300 og eitthvað svona Já, 103 er bara svo tekur á fyrstu önnunni og svo þetta vinna því, svo ef ég myndi ná henni þá færi ég 200 og svo 300 og 400 allavega þannig var það, ég hugsa að þetta sé alveg óbært en það, því út alltaf missu ákveðin fjölda einingar svo harta ná til að útskrifa Leif mér að stoppa í 1 sekundu Erum við komin aftur? Já Vorum að tala þú vildið tala peninga og Já, sem sé að þú er náttúrulega eins og þú komst líka, erst búin að komast á bragði með að þér eitthvað þú ert í skóla það svona getur ítt út í það að halda ekki áfram í skóla ég þegar fann að þéna ágætlega og það hafa margir sem eru á minni kynnslóð og eldri og yngri prófa þetta, þau eru náttúrulega ná að þéna meira í upphafi, geta kannski sér íbúð og undan en eru kannski alltaf í láglauna störfum eða kannski verkamann að vinna, getur alveg verið duglegur og haft ágætist tekjur eða þú nær aldrei verkfræðingatekjum eða læknatekjum eða lögfræðingatekjum og ég tók það ákvörðun 92 því að búið með skóla að halda ekki áfram með skóla eða búið með 10. bekkin að halda ekki áfram með skóla ég sótti reyndar hann út af þessari mögulegri mínikreppu en ég fekk áfram, það hættu aðrir og aðrir var sagt upp en ég misti ekki vinnuna svo ég ákvað að halda bara áfram og þá var ég og fór þetta við vetur í 92 að vinna hérna í samkaup sem heiti núna Netto Njarðvík en það var bara samkaup heitir ekki fyrirtæki Jú, fyrirtækinu heitir samkaup, það er nefnilega málið Ég man eftir samkaup Já, nákvæmlega, þannig að ég var þar veturinn og var bara starfsmaður Kaupfélags Suðurnesja og það náttúrulega var maður svona orðin alltaf alveg bara fjárhagslega sjálfstæðar algjörlega og svo kom alltaf bílprófið hann 93 og maður kaupið sér bíl og ég svo sem átti ekkert fyrir hann með launi voru ekkert góð en þarna var hótt líka bara á fullum mánuði í Jóðaskip þegar ég fór hanga aftur sömari því ég var bara í samköpum veturinn sá dósavél og hugsa bara hvað er að tala það sem sé að dósasel er ekki búið til endalaust. Fyrst voru þetta vélar sem voru í Hagkaup í Njarðvík, það sem er bónus er núna í Njarðvík og í Samkaup í Njarðvík sem núna er Netto í Njarðvík. Og ég vann við þetta að taka móti þessu og flokka þetta í netin og gleri fór hérna meginn og dósi hérna meginn og plasta hérna meginn. Sippi vann á dósasel. Já, svo tóku þeir við ekkit löngu seinna. Dósasel búið til alveg síðan 90 og eitthvað, það hefur 94-5, ég veit það ekki alveg, ég segi eins og það byrjuðu náttúrulega upp á Iðavöllum og svo fóru það sér núna en þessa konu sem var 800 ára hún, sama kona var allt mitt lífanda sko. Já, akkurat hún var bara starfsmaður sko. Þannig að það var en þannig að sko svo sumar því fór að vinna í Jóðaskip og þá var maður 9-6 alla virkadag og 10-1 alla laugardaga 50 skall í peningum. Það er ekki heldur fínt. Bara allt saman? Allt saman, útborgað með yfirvinni 50.000 og þetta var með þess að lélega laun á þeim tíma Já, þetta er hvað 90? Þetta er 93. 93, já. Og þarna, svo sem fór þetta að koma, ég tók náttúrulega smá lán til að kaupa bílinn, það var 25 skall á mánuði, þannig að helmingur teknana fór í eitt lán, þetta sé bara maður væri með 200 skall bílalán í dag, eða eitthvað svoleið, 220 skall. Hvernig bíl var það? Það var þetta flottu BMW, hann var 9 ára gamall þá og pappi átti aðeins eldri típu með aðeins minni vél en þeir litu eins út nema litur ekki svo saman, það var alveg saman body og hann var bara svolítið það flotti bíli sem hann átti með spoilerinn og það var svona á gluggunum aftan á Nei, það er fyrsti BMW þetta var þessi BMW nr. 2 sem var eiginlega sísti BMW og svo þegar hann kefti hann 5 línuna það var 2000 og eitthvað 6 eða 7 það var alltaf langflottasti bílinn BMW-fónum hjá honum en það er bara eitt sem er svolítið leiðilegt og svona I blame you young people og að rúndurinn er ekki neitt lengur, hann er ekki neitt þið haldið að hann sé eitthvað en hann er ekki neitt og ástæðan fyrir ég segi þetta er svo ég er oft að keyra vegna minnar vinnu þá kem ég oft í Keflavík 10, 11, 12 kvöldið og ég tek á Tafnagötunum niður það er ennþá smá bílamenning í gangi ég sést ágæð búin að pimpa BMW-fana sína og svona og svoleiðis en þetta er einhverju 5 flotti bílar Málið er líka það er ekkert Nei, akkurat, en það er í bænum Já, það er í bænum, en rúntur er svo leiðilegu þar Já, ég hef ekki aldrei rúntur Já, akkurat Það voru svona bíla hittingar þegar þú varst krakki málið það var bara þannig Nei, það var ekki komið þannig Já, það er seinni tíma Þá eru við betri Hvað þetta var það, menn voru svo sem að tjúna bíluna menn voru að kaupa sér GT Toyota sem voru kannski 120 og setja 160 það voru það líka bara þuta á stað en nei, það sem munurinn sá er að þarna var Hafnargatan ekki með neinu hringtorki
þú keyrið, hún var og þú gæst keyrt bara og þá var leikfélag húsnæði leikfélagsins, þá var það skemmtistaður og sko, hérna einhverju teimunarnu Þotan og eitthvað þar undan hvað það hefur verið Glaumbar, nú ég seit ekki alveg rétt en það bara fyrirgefið því, gömnum sem hlusta á þetta ég man ekki alveg, en aðalstöðin, bensinstöðin var minni, sjálf bensinstöðin heldur neyri í dag, með lögðu þessi í röð það sem bílaþóttaplani og það alltaf var líka dekkjaverstaði, sko, það sem nú það muni ekki margir, það var dekkjaverstaði fyrir aftan dóminu, sko Já. Það brann hann 2000 og eitthvað 7-8 Já, aðalstöðin byggingin sem Dominos í núna, ekki? Það var aðalstöðin Já, sko, aðalstöðin, sko, þetta er alltaf verið flokka bara allt sem aðalstöðin en það var talað sko dekkjaverstaði en sem sé frá með dekkjaverstaðinu svona nokkuð þannig sem að kerruna sem enn eitt legir út ég held að kannski fyrir svona smátir það er að bílandi gáttu lagt í 2 röðum snúandi að hverjum öðrum sem sé frammendi og rúndurinn kerði í gegnum þetta og það var kannski 10-15 bílar sikkur megin svo rúndurinn fullur af bílum fullur, af að þú var bara standlega ekki kannski alveg non-stop sko en rúndurinn var sem sé aðstofaplanið inn á Hafnargötuna aftur, niður og alveg upp að þessum skemmtistað að því það var snúningspunkturinn eða það var ball, þá var stoppað þar eða það var ekki ball, þá var bara snúið við þar eða stundu var stoppað bara til að spjalla en spjallplanið var ekki það sem það er núna á hjá hérna Bleikahúsun þar sem að hlollabátar voru það er svona síðastlegin 10 ár, eitthvað svoleiðis af því að það alltaf datt út náttúrulega fyrir löngu síðan aðstofaplanið eftir ég stekkuðu bensinstöðina í núvarandi stað sem var þetta gert strax 96 eða 7 þá datt allstæðin svolítið út sem svona aðalviðkomum staðar þessi bara sjálf planið menn fór ekki inn á bensinstöðin endilega sko en svo náttúrulega þeir voru ball í stabanum og það var kannski líka ball hinum með báðustæðinni fullir af fólki þá var rundurinn sko stabi þarna það tók bara tíma að taka þetta en það var alltaf tróðið af bílum og þá var líka ráin og Patti svo þegar komið hérna kaffi Keflæk þá þeim tíma og Edinborg sem er núna hérna táningarstæðurinn er á Hafnargötunni við hliðina á Gulldreganum Asíustan maður er búið að loka í langan tíma Nei, hérna þessi beint H30, ég veit það, já H30, já hann er heldur ennþá lokaði núna sko Já, ennþá lokaði núna, já, en það orðin svona, Þetta er vesti klúpur á Íslandi, sko En sko, þetta var bara svo flottur staður en við hverja breytingu var það meir og meir, ég ætla að nota orðið bara meir og meir í búlla Já, skítur en það var bara glæsilegur og inngangurinn var í portinu svo hættur því af einhverju óskiljanlegum ástæðum vildur hafa ingangun auðvitað svo sem, en þá líka var kannski meira 25 og upp úr að koma hana Já, nú er þetta 16 til 20 Já, þannig að þetta er þinn aldur og meira sér yngra en það líka að segja en þá var rúndurinn rosalega öflugur og miklu skemmtilegur í dag og ég segi það bara fullum fetum en þá líka eins og segi því miður eins og með krakkar núna það er ekki stjám í Keflavík meira segja bara áðurinn fyrir Danmörkur 2008 Sérstaklega sýttu 2-3 árin sko þú veist, Já, sko þar á undan þá voru kannski 5 skemmtistar Hafnargötunni Já, sæll Það var nefnilega þannig aftan á skóbúðuna hvað hitta, eitthvað Já, það Casino, var eitthvað svo ekki alveg hérna samt ekki alveg svo náttúrulega Patti svo náttúrulega líka það sem hétt H-punktur en H-punktur og svo inn fyrir ofan það sem núna er hérna shawarma kebab já biryani og reynd og það Já, biryani alveg já og svo alltaf staðinu sem við köllum þessa búlu svo líka til sko staði fyrir ofan Fernandos og þegar þetta allt saman opið þá var djammi svakalegt sko það er málið þannig að það er því miður Hafnargatan hefur mátt mun fífilsin feguri sem sé verið betri hvað var það rúmt menninguna því að þetta er alltaf eins og að talaðum að rúmt í Reykjavík sem sé gamli góð rúndurinn þá fórst henni Laugaveginn svo tókst henni hring fram hjá Ráðhúsinu og þú veist alltaf bara fyrir framan einhvern bíl á þessum tímanum þegar ég er á þínum aldir þá er Hverfisgatan gatan fyrir neðan að Laugaveginn einstefna upp á móti og fórst þessi niður Laugaveginn svo kosti að vera upp Hverfisgatan að þú mættir aldrei nennu bíl hérna varst alltaf að mæta víninum alltaf 100 saman kvöld og veifaðar alltaf í hvert eina og varst bara svona blessaður það var hluta rúnt menningunni að veifa hinum alltaf Það er málið sko náttúrulega ég held að fólki sem ég var að hanga með var ekki pæli í þessu mikið við gerum nákvæmlega sama sko þegar ég fekk bílprófi 17 ára þá átti ég svona Volkswagen Station Já, og stóð Station Ég kefti af Jóni sko 100 skall 6 mánuðum ári fekk prófi þannig ég var að borga tryggingar í 6 mánuði út af engu sko Akkurat, en félag mér var prófið alveg samt ári 8 mánuðum undan mér 6 mánuðum
og þannig að við fórum alltaf upp á Pattison það ekki það já. og það var okkar menning held ég bara ef það snjór að færu þar tekið sleða við krókinn minn skilur við eiginlega 2 kúplingar sprengtum fullt af dekkjum skilur við eiginlega þennan bíl þannig bara alveg bara sko ég held að sé meira mynda núna heldur var en margir fara eins og ég held með leiði séni mínum að prófa að jeppa minn þarna og ég sagði já nú skaldu botna hann bara já en það ágætlega öflugan jeppa sko og hann bara já babbi nú skil ég sko að því að það ágætt að fá að prófa vita líka bara sko hvað gerist við að gefa öflugum bíl bara fulla engjöf ég held að ég prófaði líka þannig með Emilí á sínum tíma á okkur áris bara fyrst sko eitthvað 6 eða 15 ára held ég já það er bara flott að þetta er ekki fyrir umferðinni sko og ég myndi vilja sjá ökugerði þarna, ég vil bara kappa þessu brauti menn það er náttúrulega ennþá þarna malbyggáðu vegur sem þetta var náttúrulega bara herstöð sko eða svona hálfgerð herstöð veist þú söguna með þetta, þú veist, þetta er upprunalega flugvöldurinn þetta er bara flugvöldur þetta er Pattison sko, Keflavíkurflugvöllur heitir Meeks flugvöllur, M-E-E-K-S bara eftir einhverjum hersöðingja minnum og Pattison líka eftir hersöðingja og þarna og hann er eldri flugvöllur Pattison já, hann er svo fyrsti veistu hvenær hann kom? Þetta 70s? Það er bara, nei Keflavíkurflugvöllur var byggður bara strax þegar herinn kom endanlega 51 aftur eftir að þessi viðvarandi dvöl hersins hef hófst hérna 51 í framhaldi af okkar inngöngu NATO þá minni mig að hafi verið byrjað á honum þá byrja Keflavíkurflugvöllur í núvarandi minn þessi núvarandi brautir tóku á mótið, þú veist, farið þeim frá Lundum þarna líka er þetta bara hermenn sem voru að fara á milli hana? Já, nei, þetta var líka alþjóðlegur flugvöllur hann var sagt að þarna voru þóttin að byrja að koma og Reykjavíkurflugvöllur var bara ekki nóg stór á þessum tíma kannski er með einhverja örlittlar starffræði eða staðsendingar eða ártala en sko ártala er ég 51 til að herinn kom aftur og þá held ég að hafi byrjað bara fullum fetum á vellinum allavega í framhaldi af því það er svo klikkað í núna ég finn nefnilega oft sko ég fer hann af og til ég gerði það ég var yngri líka kannski með kýmverja skilur og láta sprengja inn í þessum gámum inn í bankarunum sko það eru 2 opnir og þetta er bara þetta var allt í rústi og spraypainta allt skilur já og brenningu sofasett og eitthvað annað líka það með að koma undan þá þetta kom held í björgunarsveitunar og tóku til fengu eitthvað borga fyrir þetta sýndi í fréttunum á Víkurfréttum sko og bara því að það var orðið svo mikið og með þess að Pétur Jóhann vinnur okkar hann alltaf var hann með PJ Car Show og leti einhvern bíl detta úr krana sko svo fóruðu bara hann bara einhver skildi að dotti í hug veistu hvernig það var? Það eru komin okkur ásíðan, ég man að hafa að því við kveiktum í bíl sem var já, það geti að vera, hann alltaf kom ónýtur á staðin sko, og var látið detta hann var svona auðvitað sko já, það er bara sábíl líklega sko því, þú veist, alltaf, maður getur alveg sagt að núna skiptir enga máli sko, en við vorum 9-17 ára og við keyrðum hann í Arnar á bílum minnum og það voru aðri félagar minna og þeir voru búin að kveiki ykkur dekki hann eða ok, tjekkum að þessu og svo bara vorum við að kasta þú veist steinum í rúðuna og svo kom löggan og þá var ég skítrættið skilur en ég meina þið voru ekki að gera kannski af eitthvað bíl sem var náttúrulega ónýttur nei, þeir sögðu ekki bara drull okkur skilur já hvað er það ekki akkurat en svo var tekið hana til fyrir ekkit löngu sen það var bara fyrir einhverjum 2-3 árum síðan sem að koma hana og bara setja einhverju gámur og allt tekið og líka sem var inn í einmitt þessum böngurum, það kannski búið að koma eitthvað síðan þá sko. Ég var hann í síðustu sko, það er eins og segir brunni sofasett og tannlæknistóll Hvað er að drösla á honum þetta þungur stóll sko Akkurat sko en við erum bara að fara svo við fram tilbaka ég held að svo ég tap ekki í þræðinum var þetta þessi svona vinnu maður fór að vinna og hann maður alltaf hefst bara lífi maður fer í samband og svona og kaupum íbúð og allt það en svo fóru vinnir manns að klára sitt nám sem voru búmölafræði og viðskiptafræði og verkfræði og svona þeir fóru alltaf í rosalega sko vel launaðar vinnur það fóru bara í rekstur og svona maður vildi alltaf fara í rekstur en kannski ekki eitthvað sjúklega spenntu fyrir því en Ég tala rekstur, þetta tala bara þú veist að vera bara fara, eins og þetta hérna hjá þér ef þetta verður þannig að þú getur lifað að þessu þá er þetta rekstur, sko, kannski ekki mikill en getur skaffað því tekjur, það er alltaf bara frábært að það er því og bara you go girl en svolítið mér eins og eftir ég hætti svo með bassmáðum minni hann á 2006, sko, þá var ég fann að hugsa ætti maður að fara í nám út og svona því að maður var alltaf að fletta atvinnuleysingjum í Fréttablaðinu að maður gæti ekki sótt Fréttablað, hvað er þetta en þá var það sko aðal sko, Moggin var með atvinnuauglýsingablað í áratugi Fréttablaðið svona tók það af þeim ekki löngum tíma Moggin hélt í áfram og er ennþá með það en þeir eru með kannski 1-2 átnum en að Fréttablaðið var það með margar ég vil bara með sér blað
en svo hefur náttúrulega Alfred tekið mjög mikið við þessu í dag, öllum þessum formlegu og svona kannski svona stjórnandastöðu auglýsingum. En maður var að fletta þessum blöðum, maður gæti ekki sótt neitt, jafnvel vinnur sem kröfðust kannski bara, í háskólamenntunar og svo kannski reynsla sem ég hafði, en mér vanta alltaf háskólamenntunina eða menntun sem hæfir starfinu eða eitthvað svona, stundum getur hún verið ansi svona breiður skilningur af því, sko. Svo ég fór að íhuga þetta, ætti maður að fara aðtóa nám og ég íhuga þetta 2007, gugnaði á því, en fer svo út 2008, því þetta var ég nefnilega hættur í tolli, ég var nefnilega í tollinum í 5 ár, afinn var í 43 ár, sem hann alltaf segir allir sem hann hittir, sko, líka ókunnu fólki í liftu líka við, og Jón Snæland, ekki hann. Já, en ég tók 5 ára, það var bara fýtt tími, sko, svo bara það borgaði ekki neitt brjálæðislega vel og ég bauðst vinna hjá Suðurflugi, sem að borgaði mun betur, en þá var alltaf verið að vinna utan þeirra bara við flugafgreiðslu, reyndar ekki eins og kannski IGS sem bara í farþegaþotum að bera töskur allan daginn, alla daga, heldur voru að taka móti engaþotum og sjúkarþotum og herþotum, en ég hef hitt alveg einhverja fræga, ég hitti til dæmis Beyoncé smá, ég hitti Robert Redford, en svo ég var nýhættur, þá kom sko Mike Myers og hann var bara að spjalla við það bara í klukkutíma, hann var bara þeir voru bara sátt í hring og hann var þetta var frábær klukkutími. Nema það segja alltaf söguna með hann hvað er þetta Taken-gaurinn Liam Neeson og eitthvað svona Já, akkurat Nú, ég veit ekki náttúrulega hvernig það var þegar augljóslega þæla núna með neti ég er ekkert ekki að spenntur að sjá Liam Neeson og fá svona autograph sko að því þetta er bara alltaf á netinu, maður getur fyllt þessu fólki, þetta er ekki eins spennandi skilur. Nei, það er svona gaman að eiga kannski persónulega minningu sko. Já, minningan er alltaf fyrst mér eitthvað skemmtilega. Já, ef hann tekur þessi tími en þeir segja þetta núna, þetta fræga fólk þetta er alltaf sjálfur núna. Ég er búin að taka einu svoleiðis og það þegar ég gæti ekki sleppt það var sem sé þarna oh my god, ég á að muna þetta, nú var þetta brálaður Söngunni Eurometen ekki hugmynd það bera öskra ég veit það akkurat, ég skammast mér mikið sko. En þá var hann að vinna sko, hjá flugfélagi sem vann fyrir Vá í einhverja 2-3 daga vegna bilara vélar og ég sótti henni á flughótel eða sér í Parkenhótelið og ég sagði bara no charge but you have to do a selfie with me, you don't have a choice þannig að jú, það var fínt en já, þannig að ég á endanum fer út 2008 til Danmarkur, en að þegar ég var ekki búið með fjölbrautaskólanám að þá þurfti ég að fara fyrsta veturi 2008-2009, ég ætla að fara bara mjög lítið í Danmarku að í það sem heitir á dönsku aðgangskursus sem er það sama og frumgreinadeild hérna á Íslandi, hvort sem það er Keilir eða í Reykjavík og þá bara tekur fjölbraut á hundavaði á einu ári á dönsku það heitir hérna á dönsku já, nema, sko það var sér stærðfræði eðlisefnafræði á dönsku og svona danska á dönsku og svo enska á ensku en auðvitað alltaf sko, svo sem að útskýra starffræði det er 5 + 10 dividera með 2 dividera, maður vissi það bara divide þannig að það var minna máli maður átti von á en betur við lendi í alveg svakalega góðan bekki, ég var fyrsta lagi með sko 8 Íslandingum og 6 sem ég hef haldið miklu sambandi við og einu mann sérstaklega sem ég flokka sem ef maður setja fólk í fyrsta sæti og annars sæti og þriðja sæti þá er hún í topp 3 og hún er að býra ennþá í Danmörku. Það er frábært að vera líka með Íslandingum ekki alveg eitt sko, en svo voru það heppin líka að sko Danendir sem með okkur í bekk voru algjöru stillingar og ég fekk alltaf að ég náttúrulega skildi ekki til starfræðin, ég fekk að taka mynd og einu sem er svona séni, hann leiði mér alltaf að taka mynd af, því hann gæti gert sko heimatæmin í heimadæmi dagsins á sem ég áttum að gera fyrir daginn næsta dag, hann kláraði bara tímanum en hann var ekki þannig að hann horfði á dæmið og vissi að svarið væri 8,6 heldur gerði hann þessi liður 1, liður 2, liður 3 bara fyrir sig að eiga ég mátti taka mynd þessu svo ég gæti, ég skrifa þetta niður, ég reyndi samt að gera hvert lið og finna hann út og sjá hvernig þetta var en ég náði allmest ekki á öllum prófunum og ég endanum vorið, ég náði ekki alveg starffræði, ég náði að klára eðlisefnafræðina sem betur fyrir, alltaf enskuna og dönskuna ég leik mér að henni, sko, þarna var danskan komin svolítið hjá mér, þó ég hafi verið stressað með hana fyrsta veturinn og þau út bara og strax í skólan já, ekki alveg, við förum út í ópappiðinni mitt og afiðin kom líka förum út þarna, sko, 2008 14. júlí og ég byrja í skólanum kringum 4 vikum senna og ég tróði því kom heim alltaf, ég alltaf hjá ykkur í desember sko, fyrir tími sko en sem sé fyrsta veturinn, þá er ég í þessu námi sem sé þessari frumgreina deild til að bara átti engar
fjölbrautaskóla einingar, pappin er alltaf með eitthvað smá og alltaf Stína sýsti frænkaðin kláraði alltaf FS sko á sínum tíma en ég var ekki búin að gera neitt. Nei, þú byrjar bara núlli. Ég byrjar á núlli sko þannig að en það þó að því að mér vantaði stærðfræðina að þá komst ég ekki í byggingatæknifræðina, ég er bara fer út til að fara í byggingatæknifræði til að geta svo unnið setna mér við skipulagsmál, eða þessi urban planning eins og það heitir og urban development sem er alltaf mjög áhugavert ég meina hvernig byggist bærin upp, ég meina ætla að brekka götuna, stakka götuna, hver vera nýju hverfin, hvernig verður sett upp, ég hef eins og mikið áhuga á þessu. Hvað setur svarta fólki allt þetta dót, skilur? En alltaf var þannig sko að því ég náði ekki stærðfræðinni, þá náði ég ekki að komast í byggingatæknifræðina, svo ég þurfti að velja milli tveggja faga. Annars vegar markaðsfræði eða það sem heitir á ensku value chain management eða virðiskeðjustjórnun. Hann mætti segja að það líti á rekstur ofanfrá og reyna sko að hana hámarka árangur og hámarka andvirði vöruna. Ég segjum að setja með versmiðu sem er svona löng og allir ferlarnir eru sko fram og tilbaka sikk og sukku ekki hvað það var svo mikið tími og orka í þetta og svo líka bara samskipti við byrja, hafa þau eins hagstæð og hægt að gera, hvernig er markaðsmálin, hvernig náum við til kunnana á skera burtu vitleysuna og óþarfan en það var ekki farið sko djúpt inn eitt fag en maður veit hvernig allt hangir saman. Þetta kláraði ég svo 2013 í janúar, sem ég skila lokaverkefninu inn, sem ég 2009-10 veturinn og svo náttúrulega 10-11 og 11-12 og svo 5 ára úti. 5 ára úti, en sem ég sko 4,5 ár í námi og útskrifast bara með svona meðalengun svona eins og íslenska 7 eins og maður segja, og ég var alveg sáttu það, ég áttaði mig á mist þegar ég í Danmörku og sko líka í stað bara þeir sem er að íhuga þetta, bara svo við vita að sko próf eru munnleg þar og meira segja stærðfræðipróf eru munnleg, þá spyrir maður bara það þannig sko það verður fram að kenna og já, þá dregur 1 af 10 dæmum og þú ætti að skrifa þau bótt að útskýra hvað þú ert að gera svo þetta er líka alveg spjall og þegar kennarnir voru almennlegir, ég tek alveg fram, allavega mín reynsla af þeim, þeir reyndu aldrei að lega manni gildur heldur reyna frekar að veiða mann upp úr sko tjöru pittinu sem var komin í sko. Það heyra akkurat öfugt með háskóla, mamma er alltaf í Háskóla Íslands núna og það er oft svona munnleg próf og þú ert bara lendi gildur mentalist og svona snúðar úr þessu. Svo náttúrulega er það að gera verkefni í sjálfu námunniðinu, til dæmis sem dæmi, þá náttúrulega ertu spurður út í það og þá náttúrulega þarftu að vita hvað þú varst að gera. En þeir reyna kannski ekki að koma með einhverja spurningum til að eyðileggja fyrir þér, en þú þarft að vita smáatriðin. Og það er náttúrulega að segja sér bara sjálft, sko. Og þetta klára ég sem ég skila verkefninu inn í þarna og svo ég tali bara aðeins bara þegar ég var að skila verkefnin inn, ég gerði verkefni, ég var að fá verkefni á Íslandi til að geta flutt heim sko aðeins og undan og unni bara með fyrirtæki í verkefninu og svo kannski fengi ég vinnu að setja mér, ég var komin langt með Ísafía og Kaupfélag Suðurnesja og svo var ekkert úr því, svo ég ákvað að gera bara verkefni bara fyrir póstunni í Danmörku, ég fekk nefnilega vinnu í póstunum í Danmörku voru 2009, sem ég mitt annan ár og var þar alla lögata, ég var sem ég fast ráðinn laugardags afleysingamaður fast ráðinn? Já, það hljóma skringilega, þannig ég var í útköllum á virkundögum, en ég var alltaf með íslenska vikingblóði hvað þetta var og ég sagði ég er svo laus alla daga eins og á sömurinn, bara ég vil vinna svo mikið og ég geti, ég vil ekki vera á atvinnuleysisbótum og ég fæ líka ekki námsláni við sömarið og þannig að on your own, bara fend for yourselves já, svo námslan er þannig, þú ert þarft að bjarga þér við sömar og það er ekki, ég meina, á Íslandi fara allir í vinnu við sömari sem er hefðbundin og alltaf skólaári eins og sem orði aðeins styttra, en þetta gerði verkum og ég komst miklu betur inn í dönskuna og alltaf var að vinna með hana, svo sem mín grúpa var svona 20 manns eða unnalega 100 manns í póstunum, eitthvað svoleiðis í Horsens og hann komst maður líka aðeins inn í danska þangangang og þeir voru, það var bara fínt ég gagnrýndi Dani mikið svona ýmislegt svona langtímaskipula sem að gekk svo ekki endilega eftir sko, en það var fínt að vinna með þeim og mjög grófur húmor, þegar maður sortur á mótnana, þá var bara piss og kúkhúmor við 60 konuna og líka 70 kallinn og það fannst mér bara snild og maður hló mikið af þessu. En svo hvað Ísland fekk svona rugglhúmoruna fyrir hana já, það er sko, svo geta það verið tepurur að hluta og við erum að verða því miður meira tepurur samfélag og þá er ekki að tala út af því að sé að sko falin rassismi varandi svertingja og indjána heldur bara, það má ekki orðið sé neitt og líka sko fólk er að sko móðgastra hönd einhver annar, ég ætla samt ekki að fara þessu umræðu, hún er svo leiðileg, hún getur tekið 6 þætti sko. Það finnum við Sippa sko, hann er alltaf sko, we got a lot to talk about við þurfum að hafa þetta alltaf streamline og til öfum 1, 2, 3 sko. Það er bara allir að tala um þetta, auðgar að tala um þetta og fleiri og þeir bara geta átt þessu umræðu já. Við erum að hafa meira gaman að þessu en eins og því skila verkefninu inn, ég hafa bara ákveða það að því þarna myndi ég geta fengið mögulega lengsta jólafríð mitt. Það var þannig að lokaönni var 6 vikur að námi
og svo 1 vika í próf og svo áttur að eyða 7 vikum í verkefni, bara full time og ég náttúrulega byrja að skrifa allt hvernig unni í póstinu núna, hvernig current work situation, ég var 2 dagar því að ég alltaf kunni það, ég þurfti ekki að fá nú og ég átti notaði bara mína eigin ljósmyndir, svo þurfti að koma að ég ákvað að taka fyrir kostnaðargreiningu á rafmagnsbílum versus bensínbílum og í þessari vinnu þá bara, í þessari vinnu, já, því það voru notaði bílar til að dreifa svona, að ég get farið í smátur, ég held að ekki að gera það þurfti að keyra svona ákveðnum svona pókum fullan af posti á stað nr. 2 og stað nr. 3 því að það var svo mikill póstur í Danmarku hann 20-faldi með á hérna að þú kannst ekki tekið mér allt út í einu yfir daginn, það þurfti að bíða eftir svona skápur sem voru út allan bæ og það var kert út, ég vann með þetta smá líka en ég var aðalega að bera út og það var bara fínt en ertu að hjóli, ertu á ég var á vespu, eins og í Keflavík það er mjög sniðu tæki, ég er búin að senda mynd út af Íslendingum að vinna á þessu ég er ennþá hluta grúpu þeir bara, vá, það er svo flott ykkur Björn og svona en það eru komið þar mjög öflug rafmagnshjól sem eru eiginlega 3 hjól með svakalegum geimslu bakka fyrir fram á, getur ekki allan daginn með þér út, það er búið að minnka svolítið, það er svona einmitt strömlínulagar á það, getur minnkaði ekstra kostan á bílunum, Ég held, ekki bara einn aðeins sem er í Keflavík, eða 2 Ég held þessi 2 og þeir ná nú að svo alltaf ég alltaf farið á bíl, bara út í Sangjargarð og dreift þar bara bílum, Akkurat. Og ég var dreift í svona lillan bæja líka og það var mjög fínt, það var allt gert ég var alltaf á vespu, ég fór aldrei á þessi rafmagnshjól, það voru byrjuð þegar ég var að klára minn tíman úti, en ég var alltaf að taka út eins og ég færi alltaf út í Inninarvík, þú ert að fara smá spotta og þá varstu bara búin að taka helmingina rafmagnu við að fara þangað, þannig ég fór alltaf á bíl og fór í vespu sem væri lítið svona geimsla sem ég hafði aðgang að, en þegar ég skilaði verkefninu sem í desember 2012, þá var ég búin að plana, ég ætla að gera ráð fyrir heilum degi í því að prenta út, það verður eitthvað vesen með það sem það var og ég þurfti halvan vinnudag að klára að prenta þetta út af því að tölvukerfi á póstunum ennþá Windows 95 og ég var búin að gera verkefni í Windows 2012 það hefur Windows 2000 og ég gátt ekki, fekk alltaf feil og ég þurfti að finna einhverja prentunarstöð sem betur mundi eftir einni að því ég var búin að bera svo oft út þar ég sagði, hei, þú er nú til að prenta út mitt projekt og ég fekk það ágætisverði, fekk það líka betri gæðum þannig að þessi útgáðan sem ég skilaði til það var á svona flottum pappír og geggjöðu forsíða til mig, eða svona mjög glansandi og svo vildi ég eftir að bænta svona Nei, bara blöð sem ég setti í svona svolítið fallega möppi með svona glæri af framann svo forsíðan sæðist í gegn en ekki bók, einhverjir gerðu það en það var ekkert beðið það, ég vildi ekkert fara eða ómikli penningi þetta Akkurat, en svo að ég vildi nefnilega hafa sem sé dagur 1 átt að vera prenta út dagur 2 þessi dagur 1 að prenta út og klára það og setja blöðun á sinn stað dagur 2 bara að afhenda það því að svo dagsinning eða sá dagur þá ertu basically búið með námið þitt þegar verkefnið er komið til skila til réttra aðala innan rétts tíma þú veist þú ert alltaf að fara að falla verkefninu nefnum setna þetta hálfviti og heldur verkefnið sé geggja það er ömulegt það fætt enginn mér, einhverjum fengur 2 einhvern kerið þarna var komið í ekki 1-10 heldur -2 0 og hann 2, 4, 6 já, býtum -2 og 0 og svo 2 og 4, 7, 10 og 12 ég veit það, þetta var og málið það var til að gera þetta líka til að rýma betur við A og A plus og D og D minus því það er bara orðið alþjóða stað, ekki bara í Bandaríkjunum og þetta var svona þegar skrifa að fara þangað, við bara, Dani sögðu bara þetta meikar ekkert senn, en það heist 12, það sé toppurinn já, það er það og 10, þá ertu með 10,10 líka við, en þannig að 10 er eiginlega 9 og 7 er alveg 8 ég var með danska 7 fyrir verkefni sem er íslensk 7 til 8 en svo eins og ég kláraði á degi 1 að brenda út og allt það dag 2 bara að skila og að skila því inn og láta hann taka móti það var ólýsanleg tilfinning maður hugsa bara að því að þá prófur eftir ég hafði engar ágjörð ég laka bara til var með fyndna kynningu og þekkti hann að kenna alltaf mjög persónuleg tölum heilmikið sama bara fyrir utan verkefnið en þannig að prófið var bara áfangastaður en það var ekki hjalli sem það var ekki erfitt að klára það Nei, þetta var aðaldóti og loksins bara skilin, en ég sagði líka við mína yfirmenn á póstunum pabbi minn og systir mín og bróður minn koma út til að fagna með mér útskriftinu og við ætlum að taka ég verð ekki boði nema á mínum vinnu skildudegi hérna á laugardeginum ég get ekki komið hérna dagana svo fara þau út á mánudeginum og frá með þeim degi er ég námslána laus ég vil ekki fara á atvinnuleysisbætur svo þeir voru svo ánægðir með að heyra það því að þeir vilja ekki að fólk sé að
svindla á kerfinu, það mjög margir gera það, þeir sem gera það ekki þeir svo ánægði með þannig, ég fekk bara vinna svo brjálangu þannig vetur og ég náttúrulega var alltaf, þegar maður nýbúið með stórt nám þá heldur maður alltaf allir vilji bara þrá sig í vinnu, svo ég sóttum og ekkert gekk upp, sko og þarna nema þá endanum, þá leitaði ég bara til aðila með eins og Björgvin, ég fekk vinnuna út í Noregi gegnum Björgvin, sko við að keyra sér í búkollur í Noregi og fór út í 2 vikur, kom heim í 2 gangna pásu og þá fyrir algjörða tilvílun landa í vinnunni sem ég er í núna, fyrir algjörða tilvílun en ég var í staðan fyrir að vera út í kannski 1 mánuð eftir að pabbi var farin og pabbiinn og frænkainn, þá var ég út í sko í 7 mánuði viðbót af því að bara ég sótt held ég einhverjar 80 eða 90 stöður og ég fekk 2 viðtöl, ég var næstu því orðið Vestlunarstjóri, ég var Netto í Hafnarfirði og ég var einn af 3 síðustu til að koma til greina sem framleiðslustjóri í Kísinni hana í Þörungaverksmiðjunni á Reykhólum sem er við Breiðafjörð. Varstu það ennþá í Danmörku? Já, að sækjum, já. Ég fekk þessi Skype-viðtöl, þetta voru einu Skype-viðtöl, þetta var eina eftirfylgnin sem ég fekk af umsókn. Annars bara takkur umsóknina að búa á það, eða bara það er ekkert máli, ég skildi það alveg, sko. Svo þess vegna fór ég að leita annað, hann gera sér þekkti að keyra og komst þá til Noregs út af þessu, sko. En svo kom ég heim og fór að vinna nú, hann alltaf var fyrirtæki sem ég vinn hjá, var stofnað 2012, þeir fengu samningin bara upp í hendunar að keyra Vá, þá alltaf Vá ekki nema 1 vél 2012 og svo voru konar 3 vélar þegar ég byrja í september 2013 og ég var fyrst bara venjulegu bílstjóri í 2 mánuði, svo þarna var ákveðið að bjóða mér og að skipta út rekstrarstjóra og ég fekk þá stöðu bara til 2 mánuði í vinnu en ég var það bara yfir 2 mönnum, sko ég voru bara 3 því það var ekki, við vorum ekki að gera fyrir Bláolunni eða önnu fyrirtæki og Vá var bara með 3 vélar fóru allar út á morgun í 2 pikkum og svo lendur allar óna hver annari, svo var kannski 1 kvöldlending og ekkert Ameríkufluga neitt svoleiði, sko þannig að fyrstu 1,5 árið var mjög þægilegt, sko svo náttúrulega byrjaði brálaði 2016 ég hef enn ekki, sko unni jafn mikið á minni ævi eins og í júní 2016 þá tók Vá inn, sko stóru vélarnar 330 vélarnar og það þurfti að vera með námskeið og það sérstaklega að því það voru upp að reknar á öðru flugfélagi þó það væru með Vá merkingar utan á og ég var ángríns með svona 20 tíma vinnudag hvern einasta dag í heilan mánuð með að vara að klára þetta. Við akkurat hittust inn í síðustu og talaðum 2016 árið þetta var bara super mikið grænt og svo enda já, sko, það var mjög erfitt ára fyrir mig og líka, sko, ég bara, svo ég segi það, ég bara upplifum líka sem mjög slæma föður, alltaf segja nei og mér pappi bara að vinna hann sagði sem, ok, pappi, ekkert mál, við fórum í bíó þegar gátum sem var af og til, sko en ég var alltaf mjög skilningsríkan son, bara elsku kallinn. Já, en þú syns að þið leiðist eins og þú varst alltaf pappi. Ég var bara, þetta var að éta mig upp á innanverðu, sko, algjörlega, sko og ég sagði líka eigendunarins, við skulum fara að taka inn, sko að ég vissi að höstu myndi þetta vera aðeins minna, þá myndi minnka aðeins þarna, sko, Ameríkuflugið og yrði aðeins auðveldara, þannig að sumarið alltaf var bara geðbila, sko en náttúrulega, ég var alltaf upplegað með, sko, hana líka, ég bætti á mig hana, ég var að borða bara þeim tíma sem ég gat og það var 3 nóttina, hádeginu, 10 kvöldið og svona, sko, þannig, og náttúrulega engin hreyfing, sko, allan daginn, eða sko bara stanslaust ekki geta slappað af af því að þetta var eins og einu sem með síman þegar vaxturinn komu ári eftir þá var lífið mun auðveldara og þannig að það skánaði mikið þá. En að spura reyni orðið decompress, það er eitthvað sem ég bara hugtak sem ég lærði í fyrra, það er að tala þú kemur heim og vinnu og í staðin fyrir kannski að vera í símon með klukkutíma að skróla þá kannski slökk á sjónvarpinu aðeins fokkin anda náður að gera eitthvað Jú, smá, en sko ég tók yfirleitt þannig að ég svaf kannski 3 tíma frá minnætti til 3 áður en að koma þarna að morgunferðunum og pikka upp á lendingu frá Ameríku svo var ég ekkert að keyra til mig sem svo Bláolónið morgunin milli, sko, 7 og hádegis þá var ég sagðist ákveð, þetta er tíminn sem ég þarf að fá að geta sofið þið viti hvað ég að gera, ekki hringið milli 7 og 11 það gekk oft upp en ekki alltaf en þá, þannig ég var aldrei með, sko, 8 tíma bara aldrei, það var allt yfir 2-3 tíma í bara einhver ár, sko en ég get aðlagast alveg ótrúlega en maður alltaf svo sem en það er hringurinn þegar maður verið eldri og þetta er að finna það setna mér hann þrengir, sko og núna náttúrulega eftir að áfæra yfir eins og það var hræðilegu dagur en það svona stemdi í þetta því miður, sko, þó að þetta alltaf komið manna óvart að fer yfir sko. Þegar áfæra hausinn? Já. Frettu þið ekkert að þessu eða var það bara í frettunum? Nei, það sem að sé, sko, frá mínu sjónarhorni þennan dag, þetta er sé 28. Sko, mars 2019
Ég fæ sem sé þarna ég oft þarna ég vaknaði heldur 3 að því að pikkum voru rúmlega fyrir og vildi sjá að voru einhverja breytingar þá sá ég bara sem sé allir Ameríku áfangastæðarnir aflýst alveg bara oh my god hvað er í gangi núna hugsaði nú spurning hvort að sé eitthvað vont viður eða eitthvað svo ég hringi beint í ofsið og hæ Sibbi hvað segir þið herru það er bara þannig Sibbi að það er búið að gránda allar vélarnar sem sé legutækin er eitthvað aðeins að stoppa þar af það er verið að vinna í þessu núna og þannig er ekkert flug í dag ekkert, það er þá ekkert senna á morgun sem sé á 20. þá eða 29. eða 30. Man ekki alveg hvort þetta var og við rátum bara að vita ég sagði ok, ekkert mál og gangi eitthvað sem best og gangi eitthvað bara vel ég heyrði stressi ykkur á honum sko lagð á, það var mitt síðast að símtal við þau svo fórum við svo ég sendi SMS á alla bara sendi á enska því að það var svo mikið útlendingum bara no wow flight tonight today we only do Blue Lagoon as usual og ég tók eina Keflavíkurferðina og svo kemur ég var nefnilega fyrir einhverju tilviljun 6 mánuðum undan hafði einhver óvart sett mig í e-mail-grúpi hjá sem hétt Sessi Everyone að því hann svo mikið útlendingum þetta settu mig líka hann ég þegar skúli var að senda eitthvað svona pep-up hvað við bara stöndum okkur öll saman og stöndum okkur vel og svo leiðis þá fekk ég þetta alltaf og af og til var ég að fá einhverja upplýsingar sem ég þurfti ekki að halda en svo kom sem sé e-mail með það sem sé fyrirsögnin sem sé subject sem sé a fantastic story comes to an end og ég var þá að taka fólk borð við Bónus í Nærðu það var og er eina stoppastöðunum fyrir Bláalónið og ég las bara þetta var alltaf ensku sko bara, ég man ekki að bara it saddens me that we could not reach eitthvað agreement og ég bara fólk var að koma borð í bílunum ég þurfti að halda, ég fann næstu að gráta í bílunum sko að því að náttúrulega, ég vissi alltaf að því að svo margir nánir vinir sko, það meina ég á þeim tíma þú veist alltaf hvernig á vinnustaf, þú kannski bindst þeim fólki í nánum böndum með endur vinnufélag, svo kannski heldur ekki endilega sambandi við þau, en þú metur alltaf sko, kannski ætla að nota orðið kærleika svo náður að mynda þá allavega þeim tíma sem það var alltaf mikið fólki sem ég voru bara trúnaðarvinir hjá manni og sem að við öllin í sérstaklega Keflavík við þekkjum shit mikið af fólki sem var að vinna fyrir þetta já, ég meina fullt af keflavísku freyju sem við vorum ekki að keyra en maður þekkti þeirra persónulega meðal svo sem ég keypti íbúðin af 2017, hún var þá meira sér starfandi freyju hjá Vá en það er þannig að við erum þá að fara bara beint í starfsmannafund og þá byrjuðu einmitt fyrsti niðurskurðurinn okkar, það verið framhaldið af Vá af því við þurftum ekki að halda fyrir bara Bláalónið og aðra kilsur sem voru með sko, þannig að því miður bara, þá byrjaði okkar niðurskurður strax þá var vinnan ykkar það bara 50% minna bara... Já, það mætti segja það Já, það mætti segja, ég hugsa með þess að innkomulega hafa verið jafnvel 60% minni hugsa ég en það sem ég ákvaði að gera, ég heyrði einnig mjög góða vinkonum minn hjá Icelandair þarna kvöldið og ég sagði, herðu, geturðu hringt snöggast í opsi á þér og spurt þau ég hringdi bara eina besta vinkonu eiginlega, ég myndi segja það ef ég á flokka fólk niður, ég á 2 svona allra besta vinkonur hjá Vá sem ég held sambandi við þann dag í dag og ég hringi ekki mjög oft í þær ég hringdi hann og hún var einmitt úti og hún sagði halló, já, sæl, ég ætla ekki að segja nafni hana bara, Sibbi oh my god, Sibbi, þá fór hann að hágráta í símunu ég fór hann að stega skæli, ég kloknaði að rifið uppleguðu núna, sko að því hún áði að halda sér þá hún vissi hvert það var, sko en ég, þá var hún minni mig í Boston eitthvað svolítið, bara sem hefðbundum stöðum og hún var ekki alveg vissnafla, sko, með hvaða flugið að færu heim, en þú sagði að það verið að vinna í þessu núna, þetta dagurinn, gjaldþrotadagurinn fór í það að koma þeim heim Já, það var alltaf fullt af þeim Já, voru hann það úti, sko og þessi Icelandair flugfélag sem ég þekkti, hún hringdi fyrir mig kvöldi þennan saman dag í Icelandair opsi og fekk að vita nokkurn veginn á hvaða 4-5 Icelandair flugum þau myndu koma með þessi þá deginum eftir og ég ákvaða að fara og hún sagði líka við mig að þeir ætla að græja sko rútu líka fyrir þau allalega að pikka upp staðin þannig að við kláruðum þau ekki þegar þau lentu þá fóruðum borð í rútu sem Icelandair skaffaði fyrir öðru rútufyrirtæki og það var ekkert mál með það en ég fór hins vegar og tók á móti þeim öllum og það var, þetta erfiðasta morgun eilast ég hef lifað því að þau náttúrulega voru þau sáum á kannski bara að halda sér í vélinni sáum mig, einhvers við þekktu og tristu mig vel sko, að fellum morgtára líka bara minni hálfu sko, svo alltaf fengur alltaf eins og allir hjúkrunarfræðingarnir, bara landsbyggðarnir sagði alla, já nú fáum við 30 manns í vinnu bara morgun, þau fóru alla að vinna bara næstu viku bara, og allir sem voru kennar að fengu strax vinnu, það voru margir sem voru að ströggla alveg þangur til meira sér bara í fyrra Já, en það voru margir í nám sem betur fyrr Já, sem sko málið það ef að Vá hefði lifað þetta af þetta vesinn með leigusalan Hvað var þetta svona fyrir fólk sem Já, sko ég þekki ekki ég vil ekki kannski segja heldur ómikið allavega ég veit að sem sé eigandinn af flugvélunum sem var ekki Vá það var eitthvað orðið með bara greiðslur held ég, það er með þú grándar ekki á allt í lagi, þetta er alltaf peningamál alltaf. Og þá bara rekstrargrundlöndum bara horfin sko
Ef hefur ekki velan það lengur, þú getur ekki það er svo klikka að hugsa líka þú veist, vá, þannig að þeir geta ekki út af fluguna, þeir fara á hausinn leið þá eru fullt öðrum fyrir ekki tengt þetta sem fara líka bara shit. Já, ég meina við vorum eitt af þeim sem að lendi illa, við vorum búin að við hörkuðum af okkur, við erum ennþá á lífi í dag, sko. Önnur atriði komu til við, eins og rétt áður en COVID byrja, þá voru 3 menn búin að segja upp bara allt í góðu og fóru að vinna annars staðar, voru til útlanda og við náðum að selja 5 bíla okay. sem var bara maður sem var búin að leigja það af okkur hérna haustið 2019. Þeir bílar voru bara farnir úr okkar umsjón í febrúar. Komnir niður í bara eitthvað 2-3 bíla? Nei, þó að hefði farið 5 bíla, þá voru ennþá sko 15 bílar í flótanum. En við ekki voru þá líka konum með 5-6 bílar sem voru bara standandi, sko. Já. Og við erum búin að selja svolítið bílum, við erum búin að selja hans undanfæri, sko, og mögulega fara jafnvel 2 bílar bara fljótlega, sko. Þannig að sjá hvernig það fer. Var það eins mikið svona sjokk þegar COVID byrjaði, bara shit, við erum að fara þurfti að reyka ykkur eða svona? Það allavega fóru og það fóru allir í, þeir nýttu sér öll úrræðin, sko. Þeir gerðu það, sko, sem að voru í bóði, þessi 50% vinnan og allt þetta hlutabóta leiðina og ég var hluta henni líka, sko. Svo var ég einu starfsmann í 6 mánuði, sko. Ég skuldaði svo 200.000 eftir það, Dóminós borgaði mér mikið ekki það. Já, ok. Svo pirrandi, sko. Já. Nei, það sem að við vorum að aðstóða, sko, einn vinn okkar sem með annan samning og svo vorum við að afgreiða eitt annað fyrirtæki í þessa 6 mánuði og það var svona duga til að halda mér og mínu bílar floti. En svo voru 2 aðri bílar á númerum. Og þeir voru notaðir ef að koma eitthvað upp á og mikið á sama tíma, það var lítið það hins vegar. Þannig að bara þeir sem eiga fyrirtæki, þetta eru bara klári menn og bara við vinnum allt saman í samningu þó ég sé aðeins til starfsmaður, er alltaf bara starfsmaður, sko. Já, þess að fyndið að hugsa, eins og ég er búin að taka viðtal mömmu núna og svona og að læra meira fólk. Ég og þú tölum svo lítið, sko, ég vissi ekki hvað þú svona varst í þessu fyrirtæki. Nei, já. Þú veist þetta er ekstra stjórinn. Já, sem að er og náttúrulega sko ef að Vá hefði lifað þá hefði 2019 líklega orðið það ár þar sem ég hefði jafnvel bara hætt að keyra að með langmestuleiti og verið bara 84 maður. Já. Við höfum bara ákveða það að láta vaksturinn bara taka meira á sig og búa til sko kvöldvaktstjóra líka því að þeir voru ekki tilbúin til að vera sko með síman á sér umfram vaktina sem ég skildi alveg sko en ég vildi líka vera laus það sjálfur sko. En þannig að það hefði en 2019 alltaf var þá á móti auðveldara ár og við fórum í örlítinn túrisma hjálpum félag okkar sem var með smá samning sem hafði ekki alveg undan sjálfur þannig ég fór sko í 3 ferðir sem að ég var 1 nótt á hóteli á Austurlöndin einhvers staðar og 1 ferð sem ég var sko 2 nætur það var bara, ég með kynverð, það var bara fínt fólk og bara gaman sko. Það er bara skutlegur túristum þá bara... Já, bara í ferð sem ég þurfti að fara með þanga og sko það var hópstjóri sem vissi hvert þetta fara, það var dagskrá en svo alltaf bætt ég við fróðleg líka ég meina eins og ég veit alveg hvað Íslandingar eru margir og hvernig við vorum sjálfstæð og svona þessar hefðbundnu standardspurningar sem komum mitt á gætana í dagstúrunum sko. Þetta veit ég alveg líka sko. Og náttúrulega ég get alveg gætað Gullfoss Geysissing, ég get alveg gætað Reykjanesing ég gæti svona hluta til Suðurströndina en ég myndi ekki geta gætað til dæmis Snæfellsnesing, ég veit alveg hvað bæinn heita og maður þekkir 1 eða 2 atriði en ég veit ekki aldur nafnun á fjöllunum eða neitt svoleiðis sko. Ég þekki það ekki kannski endilega út í Hlítar hérna en ég er alltaf betri í því hérna á þessu svæði sko. Þetta var góður hlutur sko, ég fór í Auschwitz hérna, bara vika ára lokaði Pólundið eða kóðbyrði og leiðsögnu konan var fín, hún var samt ekki að tala í strætónum í rútunni en gauðin sem var að keyra, ég satt bara að vera hliðan honum með Arnari og hann var alltaf að tala og var að segja okkur til dæmis þegar keyrir, alla ára komin í Auschwitz þá er bær sem heitir eitthvað Pushkish eða eitthvað og öll timburhúsin, þú sérð bara fullt af svona þess að kofum og svona, þetta er öll byggð upp og nýtt þess að nasistarnir komu, tókuðu öll niður bjögguð til barkana og allt sem þið settuðu gengan í og svo þegar þegar hann hleyft út þá var tekið allt niður og búið bæinn aftur þannig að það er rosalega creepy út að keyra gegnum hann og hann er að segja okkur allt þetta og það er gott að hafa góðan svona leysum um hann Já, það er ekki ágætt líka sko að því að ég myndi giska á eins og fyrir þinn aldur þá myndi ég segja kannski ég ætla að segja bara kannski 90 og kannski 8-9 ára gerð og þarna og yngri þá er seinni heimsstyrjöldin svo ofsalega fjarlæg og auðvitað er það fjarlæg fyrir mig líka ég fæðist skilur 31 ári eftir hún líkur en samt ekki nema 31 ári eftir sko. Það er málið en hún var líka bara, pabbi alltaf mikið áhuga á henni og ég einhvern veginn smitaðist af því það var til svolítið mikið að bókum um henni þannig ég var orðin mjög vel aðmur ýmis atriði seinni heimsstyrjaldarinnar sko þegar ég er bara 12-13 ára gamall þannig ég var alltaf áhuga maður sög og ég var að spá í mér þessi út í Danmörku þegar ég var að koksa á náminu sem í endanum
kláraði að því að önnumur 2 var erfið, hún var öll fögleiðileg nema 1 að menna öðrum önnum voru öll fögleiðileg skemmtileg nema 1 þá var ég að spája að fara í sagnfræði í Árósum í skólan, fara bara að taka lest á milli alla daga og fara í sagnfræði og taka bara mastersnám að því að þú getur nýtt það nám í mjög margt sem ekkert endilega tengt sögu sko. En hann ég er búin að vera við þetta alveg síðan í þessu fyrirtæki sem 2013 í september og ég minni stöðu síðan í november 2013, ég hef aldrei unni að blengja einhvers stað, ég var hér á Kaupfélagi Sauðurnessi sem er rétt tæp 5 ár, bara 4 ár og 11 mánuði bókstaflega sko, eða 10,5 og ég var í tollinum í 4 ár og 8 mánuði og ég var í reynda svo postunum í þá 4,5 skólum alltaf sko. En núna til dæmis er ég búin að vera þarna sem ég er núna í sko 8,5 ár Sæl. Já, rúmlega 8 ár. Hvað heldur að vera svona næstu 5 ára? Þetta er að halda áfram í þessu Sko, málið það alltaf að því ég þetta er skemmtileg vinna og alltaf mér gaman að keyra mér finnst það, ég er alveg hálkurhættur ég er veðurhættur eins og núna framöndan helgina er leiðinda veður og ég er náttúrulega svo sem líka með fullan bíla fólki eða hálfan bíla hvernig sem það er sko og hef líka áhyggjur af hinum bílstjórunum að þeir lendi ekki í nynnu svo við lendum ekki í tjónu annarkvöldi að því að bilaði bíl eða skemmtu bíl hána bara úr leik að því nú erum bara að selja fleiri bíla ég má ekkert við miklu svona og við höfum lendir reyndar verið hepp með þetta, við höfum ekki lendi í einu manntjónu ég sé engin meðstæðan eitt svoleiðis en bíl hafa farið út á og lendi í víravegriðinu og það sá bíl var frábær í 2 mánuði vegna að varluta fá þá og svoleiði sko þannig að þú getur lendið í þessu og það eigur bara álægð og ég er alltaf en af því að ég er stressaði með svona vondviður og svona færð þá passa ég mig, ég hef ekki farið út af ennþá 7-9-13 sko því ég er bara, ef ég þarf að vera 40 okkur undir þá er ég bara 40, það er ekki gerð krafa að mæta klukkan þetta og bara saman hvernig veðrið er, það er ekkert svoleiðis þar sko, því að lóni er líka þannig að til og með eins og þeir sem kom og Grindavík og starfsmennin þar, þeir geta alltaf opnað og þeir sem kom þá Keflavík og Reykjavík þeir koma bara aðeins seinna, þeir geta alltaf opnað húsið á þessum tíma, að þeir eru aldrei veðut eftir Grindvíkingarnir, ekki nema sé eitthvað snarvittlust veður af því þeir eru alltaf að fara að Grindavík, þeir geta ekki farið hinnalegin, sko, hún er ekki rudd og henn er ekki viðhaldið í veturinn, hann að þau getur farið hinni með Þorbjörn sko, en þannig að það uppfyllir sko hjá mér, sko, ég er með nokkuð frálsavinnu, ok, ég er ekki með frálsavinnutíma þannig að ég sé lausbar þegar ég vil, en ég þarf að eins og við erum farið í bíóferðan okkar ég þarf að fá einhvern fyrir mig til að taka lónið og þá svona er það yfirvinna það, ég reyna að hafa eins lítið af þessu ég get en ég hins vegar hef náttúrulega get skotist á bílunum í búð og svona, ég get notað og sloppið mér nota minn engabíl, ekki brjálæðslega mikið sko, af því ég hef voða mikið heimakær að fara í búð og leiðin heim úr ferð er svo lítil viðbót, ég er búin að segja alla hinnastákana þið megi gera þetta líka, skilur við þannig að, en ég menna Já, það er kannski útskýra fyrir fólk að hann er á Ég vinnum að keyra sem sé rútu, já, ég er á 20 manna bíl og það var svo margir séð þannig Er það Sprinter? Já, þetta er Sprinter, já Þannig ég er alltaf býjan alltaf asfalti eitt ég og það náttúrulega legg ég alltaf bílnum á nettoplannu með leyfi netto, ég líka þekki alltaf persónulega, ég sagði bara, ég ætla alltaf að vita alltaf ekki að bílum ég er ekki að byggja ykkur leyfi, bara svo við viti það Þetta er frábært luxus í lífið mínu, sko, alltaf sérstaklega síðustu 2 árin, ég er ekki búin að fara í bíó nema luxus með ykkur, sko, og alltaf í rútinu, sko, það býður upp á þannig að ég hef þessi fríðindi líka, sko, þannig að það er ákveðin fríðindi líka sem ég hef, sem að gera það og svo náttúrulega líka bara, ég á minn yfirmann, hann er samtalið vinið mig líka og hann er giftur mannesku sem er jafnaldra mín síðan á skóla, við vorum ekki vinir í gamla daga, við vorum í sikkunum bekknum, sko, en þau hafa reynst með mjög vel og þau eru, ég er mjög náinn þeim líka þannig að þú ert alltaf, það er ákveðin húsbónd á Hollesta hvað þetta varðar, en svo líka erum við alltaf að pæli, ég var að reyna að finna einhver ný verkefni og það er gaman að tímamæla og gefa þá verða, mér er gaman að pæli í þessum pælingum, við höfum alltaf vesinni ef einhverju veikur, ég var með 2 í sótkundaginn á sama tíma og við erum 5 sem vinnum annars, skilur við, sko ég menn það var annað, við vorum eins og 32 ég var kannski með 3-4 veika í einu það var minna mál, ég var alltaf með 10 manns á frívakt. Voru 32 manns sem vinna? Já, í 28 stöðugildum, þegar mest var það líka voru 25 bílar 5 eftir núna? 5 eftir núna, já, það er málið þannig að ég þekki þetta sko, að vera vestlustjóri á Dominos Já, þú þekkir nema þennan vingi líka Já, þetta að sko, starfsmannamálin eru það leiðilegasta en það getur líka verið að skemmtilegasta því að þessi 4 sem vinna með mér og ég segi bara, við erum bara vinnufélagar þegar ég segi alltaf, já, it's my coworker eða þetta er vinnufélagi, jú, ég er yfirmaður samkvæmt bókinni, en við keyrum allir jafn mikið, ég er ekki fancy gæinn á skrifstofunni að ég hefði orðið 2019 ef að áhugið lifa, þá hefði ég orðið fancy gæinn á skrifstofunni tekið eina fyrir á dag
eitthvað svona, eða verið backup ef það þurft að halda, ég hef ekki sett á mig ferð. Stefnir það núna? Nei, eða ekki, nei, við þurfum að vera, þá þarf að vera svo mikil innkoma til að réttlæta mín laun, ekki með vinnu, þessi akstursframlega móti, sko. Það er nefnilega málið, sko. We gotta keep them in the car, sko. Já, vissulega. En ég meina þannig að mín vinnusaga, það var kaupfélagið í 5 ár, ég meina ég var líka 1 metur í Samkaup, svo var ég alltaf fyrsta starfsmaður Costco 93, ég vann við það að setja Costco það er á yfirvöllum sem er Netto núna, ekki? Það var Costco akkurat. Já, ég ákvaða bara að breyta inn Netto því að þetta var, Costco-búðin átti að vera svona lágvöruverksbúð, þá var ekki bónus koming og ennþá mörg ár í það, sko, eða nokkur ár í það og ég ráð hann í 93 í nóvember og til að setja upp Costco á sínum tíma og fer svo aftur í Árneskip og svo bara hætti ég þar og svona og þá byrjaði það minn akstursferill bæði njartak og greilæn þessi allra handa, svona sitt á hvað. Varstu ekki líka í búkollu Jú, það var aukavinna, þú hefur komið þangað með mér þegar þú varst yngri með pappænum, það var alltaf bara aukavinna. Það var klika, sko. Alltaf stóri bílar. Alltaf stóri, leiðilt að vinna á þessu. Þetta var einmitt það sem ég var að vinna við Noregi, þess að því ég kom heim í þess að pásu og fekk þess að vinnu, ég upphafi var ég verð launaður þar hjá fyrirtækin sem vinna núna en úti í Noregi, en bara vinna var svo leiðinleg og líka bara, þannig að ég líka bara fann að ég var úti í 2 vikur auðvitað þetta er norskan, þegar þú hefur danskan grunn eins og ég var með þarna og orðan þetta alveg reybrennandi í dansku þá er það að koma í norskt umhverfi ekki sjúklega erfitt af því það er svo mörg orðatiltæki á norsku sem eru bara íslensk eins og akkurat já eins og ég bara, ok, þetta er bara norsku líka þannig að ég var ekki í samskiptavandræðum, ekki þannig talstöðum kannski, það var aðeins og ensku það var oft erfar að skilja það en ég fann bara, þarna var ég bara búið úti í Danmörku í 5 ár og bara að fara í enn eitt nýtt landi, ég bara komið nóg bara komið nóg og ekki komið nóg, sko, Danmörku var fýtt staður, ég mæli með alla sem hafa tök á því að fara í nám erlendis að gera það, bæði náttúrulega svo það sé sagt að ef þið segjum að ég fari í byggingantæknifræði eða eitthvað svoleið svona tæknifræði vinnu þá vegur ferilskráin ykkar þyngra með erlendu námi heldur en íslensku námi hef ég heyrt frá atvinnurekendum, ég hef líka heyrt öfugt en þú ert líka náttúrulega bara búin að bæta við þig ok, hann getur aðlagast nýjum kringumstæðum, ok, fyrir mig að flytja til Akureyrar, jú, það er nýr bær en það er ekki nýja kringumstæður, ekki þannig að þeir sem hugsa að fara nám erlendis geri það endilega og þetta verða margir eftir að búa og fá sér eignast líf úti en þið komi heim með alveg gilda og góða gráðu alveg bara sem getur vegið meira heldur en háskóli Reykjavíkur þó hann sé náttúrulega frábær skóli en þið hafið sem plúsin meiri víðsýni og hafið jafnvel náðu ykkur einhverja kontakta líka. Kontaktan akkurat, þetta er svona ég með rosalega mikið vinum í kvikmyndaskólunum með eitthvað svona dót, business skóla og svona, þeir segja allir að öll kontaktin er eiginlega eina sem skiptir máli. Þú getur lært alltaf sama í öðru skólum eða sem ekki á netinu, skilur fólki sem kynnist þér að máli, sko. Já, það er bara svolítið svoleiðis. Ég er svolítið áhuga á þegar ákveður að fara til Danmörku, ég hugsa svo oft, ok, kannski ef ég myndi núna ákveða, mér langar að fara til Danmörku í skóla, þá myndi ég vilja vita hversu mikið peninga ætti að hafa tilbúin, skilur hvernig myndi ég reyna þetta með vinnu, skerur það þú varst komin út? Nei, ég byrja ekki á því fyrir haustið, ég fer út sömurinn 2008 og ég fór að bara standi þessu bara í byrjun 2009, ég og félaginn minn fórum á nokkra staði og þarna og einmitt vorum að leita akstursvinnu og steipibíla og eitthvað svona félaginn úr skólum já, svo Íslendingu líka, hann var með bíl hann var með alltaf fjölskyldan, hann hafði bíl, ég var ekki í bíl hann úti þannig að ég var 5 ár sem ég ekki eigandi af bíl, það var alltaf það var bara fínt í Danmörki líka, þið getur að hjólum jú, en það er alltaf ekki að hafa bíl sko. Svo hafði ég alltaf bíl í svona 2-3 vikur þegar mjög góð vina hjá mín frá Snæfellsnesi sem var búið bæði og í Keflavík núna er þetta inn í Njarðvík, fluttinga vegna vinnu og önnu vina hjá hún, sem eignast hann úti sem var með mér í bekk, þau búa núna upp á Óðursvöllum sko, og hún er frá Patró og hann er frá Skagaströnd þannig að tvenn náum mínu hún frá Danmörku sem þekktast ekki innbyrðis, við ætlum að kynast alltaf úti búa hérna núna vegna vinnu. Það fyrir þegar ég var yngri með langa alltaf svona, ég veit ekki hvort að ég mun vilja geta eitthvað tímann, flyti út og búa úti og vinna úti, skilur við það er ekki að auðvelt, þú fer ekki ef þú ætlar að gera þetta, það farið til Danmörku að fara að vinna auðvitað þarftu að leita einhverju tengt í svo að gera hérna sérstaklega og sækjum, farðu út í viku sækjum, segðu hvað þú búin að gera og svona, en ef þú farðu út í hérna koma til að vinna beint í að skúra bókstaf, þú ert ekki með tungumálið en náttúrulega þessi geiri
mjög ensku væddur, þó alltaf menn kannski tala samar dönsku á vinnustafanum, að þá Danir ekki að þýða orð, það bara kompjúter og televisjón og telefón, þetta ekki sko sími, skilur við, ekki svoleiði sko, þeir hættu þessu fyrir löngu síðan, þannig að sko þú verður að hafa sko bara, verða með ákveðið markmið, ákveðið plan og ef bara fara að vinna, ætla bara að mæta út og sjá hvernig gengur, nei sumi fara í frí og vinna í þessu í fríinu, gera það, ég veit stelpur sem að fara út og einmitt fengur sem vinnu að skora og voru bara þrjá saman í íbúð og unnallar hjá saman fyrirtæki, alltaf leiga var ekki neitt per mannesku sko, gáttu svona þetta var djamferð, eða djamtími einhverja 6 mánuði hjá þeim, en með vinnu líka, höfðu alltaf innkomuna. Það líka, þú veist, það örugglega skemmtilega experience heldur en bara fara út og eigða öllum peninginum skilur og djama á svona að vera í umhverfinu skilur. Já, það kennast líka fólkinu sko, en auðvitað voru það að vinna kringum pólverja og eigendunni voru vissara danskir, en það voru ekki að tala við kúnana, þú ert að koma í fyrirtæki þegar búið að loka þeim, í skólan þegar búið að loka þeim, þannig að það var kosturinn í postin, ég vann bara með dönum og ég var að hitta Dani alltaf út á götu og svona þekkti ég maður búin að bera út lengi, þá þekkti maður þó nokkuð, hei Íslending, aldrei sippi alltaf, hei Íslending og það var ein eldri kona sem var alltaf áskrifandi sko, að hljóð geisladiskum, því að hljóðbækur í digitalformi eru nýjar, en áður voru hljóðbækur á kassettum og geisladiskum og hún fekk þetta alltaf til sín, alltaf Laxness einu sinni í mánuði, eldri kona, alveg bara gömul kona, var ennþá samt starfandi prestur og ég kvatti hana, þegar stemdi ég var að fara að flytja, þá bankaði upp og sagði bara nú flur ég til bæ, det er svært, ég komið til að sána dig, kemdi mig að sakna þín og einmitt ég kvatti alla hann á deginu, ég bara sko, ég vann með þessi daginn sem ég fór heima, því ég fór heim í kvöldflugi, þá gæti ég unni hálfan daginn, ég veit nefnt ekki að hanga yfir engu, svo ég bara kláraði daginn til hádegis, svo fór ég til köpinn og svo beigði mér svo flugstöðin einhverja 3 tíma sko. Þannig að ég kvatti þau hann og ég á til mynd, skemmtilega með hópmynd af okkur saman og ég var svona ég var næstu fann að skella, ég var hvað því að þarna var búin einhvers góða vinni sem var reyndusmanni við að sástund og því átti erfitt að sakna því svona eins mjög mikið sko, en betur fyrir alltaf var hann í góðum hundum í Íslandi alltaf hjá alltaf bara minni frábæra bassmóður og hennar frábæra eiginmanni sko, ég lifði af dvölina út af þeim sko. Ég átti alltaf gott bakland heima í ykkur og ég gist alltaf heima á þér í desember. Rúminu mínum að þess fucking já, það var geggjað að rekað úr rúminu einu sko. En það bara þannig, vitandi að sinni sínum í góðum hund, það bara hefur ekki þessi áhyggjur. Þú veist ekki að pæli því allavega. Ekki neitt. Kom hann ofta út til inn? Nei, við gerðum, hann kom hins með mér út í ferð 2015. Já. Ég bara var með það lilla íbúð, þetta líka, lífið var svona, það var bara nóg að gera, ég hefði ekki getað auðvitað sleppt vinnunni til dæmis sem dæmi og því að ég var alltaf bara í útköllum og var með enga innkominu með þetta sko, hann ég hef ekki getað skil eftir einan. Ég alltaf fóð til inn 2012. Já. Varst alltaf í þessu einu íbúð þannig að Nei, þegar ég fer út fyrst í íbúð alveg skólan og svo 2009 þegar ég var ekki lengur með sko tekjutengingu við námslánin frá árinu undan og komið með vinnunni í póstunum, þá tvöfaldaðist ég rúmlega í tekjum ég námslán pluss laun og þá gæti ég farið í betri íbúð sem ég var í fyrri íbúðin í 16 mánuði og íbúðin sem þú komst í alveg 3,5 ár rúmlega sko, þannig ég var þar alveg sko í 9, 10, ég var alveg fernjól þar sem dæmi sko. Þú komst alltaf heim í desember? Alltaf. Ég var náttúrulega búin að sjá stuttast, ég var styrst 2008, þá var ég bara heima í 10 daga því að við áttum að fara í efnafræðipróf mjög erfitt í 4. janúar og við vorum bara, því að voru bara 2 próf hann áramótin, ég tók eitt út í enskupróf síðan það fekk hæstu einhvern í og fekk 1,12 mína, en svo ákvað ég að vera bara stittra á Íslandi, þá fara bara fyrr út og læra það bara úti, en geta að notis að vera í fríi á Íslandi, þannig ég far heima frá 17. til 27. En svo var ég alltaf 2 vikur rúmlega og svo síðustu jóli 2012 þá var ég næstu í 3 vikur. Það var lengsta fríið ever hjá mér. Ég maður alltaf kom sko, það var gaman að við fórum alltaf út að gera eitthvað skilur þeir fórum alltaf með hana helvítis fucking brefin. Já, jólakortin sko, já. Það var fyrir samt byrja áðurinn fyrir út sko. Nei, þeir voru alltaf að fara út með jólakortin. Ég kom með ykkur dreifa heim sko, já. Sko jólahúsin og allt þetta sko. Akkurat, já líka bara náttúrulega þarna já bara fórum að KFC því ég lendi og maður saknaði þess mikið sko, svo alltaf bara að tala dönsku bara ég já, en KFC kom í Horsens núna, það kom McDonalds opnaði Horsens bara árið sem ég fór og KFC kom fyrir einhverjum 3 árum. Vá, bara núna, það er mjög recent. Já, það er samt 3 ár síðan sko, en ég er alltaf bara heima núna í þessu ári núna í sumar í 9 ár sko
og ég var úti í 5 ára, ég var eins og næsta ári 2024 sko, þá var ég búin að já, núna í sumar, já, það eru 8,5 ár tæplega núna sko. Nei, en ég meina engin skaddaðar af dvöl í Danmörku, það var bara frábært, en fyndið, þið voru að tala fyrst að gera þetta podcastina, þá tölum við sko 2 önnur atriði sem við ekki komið neitt inn á, en það er líka alltaf lagi, ég sé núna hvað við, tíminn líður ekki smá hratt í þessu. Við erum komin sko 1.20 og ég fær náttúrulega, ég segir alltaf saman þess að fólk þegar koma, þeir eru stressað með kannski mun ekki vita hvað talum, ég var ekki stressað með þið sko, nei, oh my god, sko. ég hef ekki farið ómikið smáður ég held ekki nefnilega, ég er búin að geta það ofta að þú ert búin að fara rosalega mikið og bara stendur vel eina sko. Já, sko við skulum kannski samt enda á einu, við tölum alltaf þyngd og svona áður, við vorum að tala um þetta áður byrjum áðan, að þarna eins og ég 160 kg á þetta, ég 1,90 hæð, þannig að þú ert 1,90? Já, 1,89,5 eða 6 eitthvað svoleiðis, þannig að rétt hæflega en segjum bara 1,90, en þegar ég að setja inn einhverja svona BMI staðala, alltaf bara hætt 190, og ég segi að því að það er ekki dval að setja 1,89 kom eitthvað sko, svo ég segi bara 1,90 því að maður námund alltaf upp á, veist hvernig það er sko. Já, tippið og svona, já. Akkurat, en sem sé sko ég var alltaf búin að taka, að því ég var alltaf búin að reyna að leta mig mörg ár og ekkert búin að ganga alveg, jú, ég geti tekið með 5 og 10 kíló og kemur strax á aftur og meira til, og ég fór alveg 140, ég var að skoða einhvern Facebook postið með 2015, þá var 130 sko, og eitthvað 5 og 25 kíló búin að koma sig að þá sko, þannig að ég tók þess ákvörðun í nóvember að fara í hjáveitu aðgerð í Lettland, til Lettlands, sem ég á endanum hætti svo við í vikunum milli jól og nýjárs. Og ástæðan bara svo, ég var ekki bara undirbúin nógu vel fyrir þetta, maður þarf svona aðeins að vera búin að aðlega þessi komandi mataræði fyrir þetta, svo svona því að maginn sé aðeins búin aðlega, og þeir vilja helst að maður grennist líka maður getur, ég var ekki búin að gera neitt að þessu, ég var að mikla þetta aðeins fyrir mig líka, svo ég hætti við, og þarna ég held líka að það er bara góð ákvörðun sko, já, ég sé ekki eftir henni sko, nú hópurinn kom tilbaka, ég meina hópurinn kom tilbaka á mánudaginn sem leið. En ég ákvað þá í staðinn, ok, nú væri bara að taka mig á því að sko hausinn fyrir utan jólavíkuna eða jólamánuðin var að koma alveg á þann stað að vera tilbúin að taka mataræði í gegn. Og sem sé síðasta vika og þarna, þá var alveg bara, ég skal veikina, ég var ekki nógu góður í fyrstu vikuna á þessu ári. Þá borðaði ég bara eins og villingur. En svo bara mánudaginn fyrir viku síðan, þá bara gæti ég bara sett hausinn á réttan stað og ég bara fekk þetta airfryer reyndar í jólugjöf líka. Já. Og það svona, það ítti líka við mér. Hvað getur maður gert kjúklingin og fiskin, fiskur og kjúkling var mjög góður sko, og svo var gaman að prófa kannski einhverja blómkálsrétti og svona, og jú, pulsur, þá bara ekki brauðinu, ekki með sósurnar, þá er ég að minnka hitaeiningarnar 90%. Fucking sósa bara, ég taldi þetta í síðasta podcastinu með Sævari, 24 sósur eða eitthvað sem já við Íslendingar sko, við erum góður í þessu já, ég ákvað að klára hann einmitt hann í þessa viku, þá klára ég remulaði mitt og hamburgersósuna og sinnebin og ekki búin að kaupa þetta aftur, þannig þetta er ekki til heima mér heldur þetta, það mánum ekki að vera til en ég er búin að ná sér núna fyrir utan kannski lögudaginn sem alltaf lega að taka einn nammidag sko, bara halda mataræðinu mjög hotli, kjúklingur og appelsínur og ostar og svona léttjógurt og hérna örnuskýr og grískjógurt og svona og borða mikið oftar á dag, það fyrir bara eina máltíð og ég finn þetta bara nú þegar, þetta sést ekki að sjálfsög utanlega verið ég held ennþá nýþungur en ég samt örgulega núna 150 og kannski svona 7-8 að ég finn meira sér fyrir þessu í sko beltinu, nei í gatinu í beltinu. Já. Þannig að ég hringdi henni bara á Reykjavík og ég er að biðlast að komast í svo kallar offittu meðferð það er ákveðin samtalsmeðferð og læri að lesa á innihaldi og hluti þetta kann það svo sem alveg en þú læri heldur líka eitthvað aðeins að meðhandla mat og svo er yfirlt í framhaldi þessu offittu aðgerð, hvort sem þetta hjáveita sem er endanlega aðgerð og þá bara skorið fram hjá maganum eða magaermi sem er svona loka fyrir hluta á maganum, hún er afturkræf og ef ég get kannski tekið að mig 30 kíló undan þá get ég kannski látið hann að duga eða bara ef ég er komin on a roll ekki farið í aðgerð bara sett mig að því að þetta má ekki vera átaki í þeim skilningi nú er bara geggja í 6 mánuði svo bara allt saman í lagi, nei, þetta hefur háð mér líka sko, en ég er 45 ára og ég er komið ofhátt kólesteról blóðþrýstingun er endar í lagi eins og eins og mamma, ammain deyr úr hjartaáfalli vegna kransæðastíflu þannig að þá kemur hjartaáfall í beina fram hún náttúrulega reykti, var hún eitthvað mikið hún var þéttari þegar ég var yngri hún var þéttari þegar ég var svona 10 ára sko, hún var búin að taka af sér eitthvað kílóum en hún var búin að vera með sko verk út í handlegg til dæmis sem er á svona ákveðin vísbendingu æðavandamál sko, sem ég er ekki með þannig að ég kenni mér einskis meins og þú finnur ekkert fyrir því líkamann ef að kólesteróli áður er í vandræðum en allavega ég gera það ekki sem ég gera alveg örglega
en þannig að sko ég klárlega í miklum áætti að sko pabbi alltaf í mjög góða form bara út af vinnunni og Stína frænka alltaf í mun betra form heldur ég alltaf labba með hundana og svona, ég hef ekki neitt en ég hins vegar grípinga, þau hins vegar grípa allar pestar, að þau eru auðmikið hvað það var þar en ég náttúrulega við náttúrulega langverstu heilsuna hvað þetta var aldrei veikur sko. Nei, sko, ég aldrei veikur það málið þó en ég finn alveg fyrir þessu í liðum á og til núna þannig ég hef bara sko að því að núna til dæmis 2024 í febrúar þá voru svona með jakkamálli eftir að mamma deyr þegar þú varst hann sko it's hitting close to home sko maður vil ekki sjá það að hann verið föðlaus hann hefur vissulega heila fjölskyldu þar sem hann býr núna ég vildi ekki missa pappa henn skilur það líka bara frábært að heyra að tala þetta skilur já og veist ég veit að ég spurði svona á hann svona body image svona hefur alltaf verið bara að lemja það niður skilur hversu feitur þú ert og svona já, ekki alveg upp að þetta var svona ekki ég hafði ekki áhugjað einhverju smábömba allir eru með einhverja, flextir eru með svona smábömba meira sér sem er í formi ekki allir með sixpack en þetta líti ekki allir sexy útsýtandi niður skilur nei en sko þegar þú ert komin í svona mikla yfirþyngd þá náttúrulega sko fer alltaf í the friend zone það bara ekki vafatir en það líka svo auðvelt að því að bara ég veit ég svo sem bara tala fyrir hönd mín en ég get að lofa því að ég samt örgulega líka að tala fyrir hönd margra annar sem orðnir svona mikið stórir mér finnst ég ekki ómyndarlegur alls ekki sko og mér finnst ég skemmtileg ég hlæ ofta að sjálfum mér skilu ef ég var með uppfyrstand ég myndi hlæja mest að ég sjálfur en þarna sko ég ekkert óhress með útliti og ég ekki bæta ekki á mig á löppunum ég er ekki með þetta rast ég er ekki með stór læri það kallmenn sko við getum verið 700 kíló bara belgurinn sko, já, en auðvitað lítar þetta sjálfsmati og sjálfsáliti og til og ég segi 2016 verandi ekki sko standandi sér vel að mínu mati sem fæður aldrei alltaf þreyttur og þetta í ofanálag að mér hugsa bara oh my god sjálfsmati var alveg nýri raskat og það koma dagar og þegar ég meina dagar, það meina ég svona 10 minútur hér, 10 minútur, það alldrei heilt dagur sem ég upp í rúmi, sko. Nei, og ég upplifði eitt svoleiðis dag og það var meira mikið bara þegar COVID var og maður var bara hræddur aðeins með bara hvernig það var líka ekki að gera í vinni. Það bara var alltaf lágt niður, ég var gatir í bara fysikli upp í rúmi. Vinnan heldur mér bara svolítið gangandi líka að því að maður það var út og maður hitta fólk og það ger að því að ég sko mjög einræn þess utan ég virka ekki svolítið svo fólk að þeir maður ekki halda Sibbi, hann er alltaf svona svo hafa gaman á hann en ég það ekki en auðvitað í okkar fjölskyldu hópi þá engin feimni og í vinahópi sem ég kannski þekki alla ég ekki feimin heldur en það sem þekki ekki alveg alla þá fer miklu minna fyrirmeldur fólk heldur að gera Já, meinar þú miklu feimnari í nýjum kringumstæðum Já, en ég ekki þannig sé alveg út í skil og get ekki komið upp orði en ég orðin minna félagsfælin eða minna félagslega sinnaður en ég var Já, það genst mikið að miklu minna, mér líður hvergi betur heldur heima sko Já og svo náttúrulega bíó, þá náttúrulega ertu náttúrulega einn ef náttúrulega sé einhverjir krakkavillisingar að með einhver læti, þú ert svolítið einn að njóta tíma og svo náttúrulega 95% bíóferðum eru frábæri ekki með svona unglingalátu þegar ekki börni, það eru unglingandi sem eru verstir sko stundum, þegar þau, en ekkert alltaf að sjálfsögðu sko. Já, þau ekki með filtrin ekki komin ennþá, svo gerist mjög margt eins og mannskannski milli 16 og 19 og þú ert bara að fá að vera krakki í að vera fullorinn það vantar bara ég segja þess að pappi nefnilega ég var að tala um þetta pappa og hann kom bara með nákvæmlega sögu bara sem hann gerði þegar var yngri hann var akkurat eitthvað 15 eða eitthvað og var í svona nördahóp skilur maður var svona með þannig fólki og var alltaf að hitta þau og svona og svo bara eitthvað tímapunktur bara wow, ok, mér langar að byrja að hitta stelpur mér langar bara að fara út, mér langar að kannski fara í djam með eitthvað og þá svona breytist eitthvað og þetta er akkurat aldurinn 15-16 þetta var mjög mikil umskipti af pappinum á þessu tíma hann og það var bara gaman að fylgjast með því líka sko Þannig sagði mér þess að sögum daginn ég bara, þetta er nákvæmlega sem ég geri ég var að hanga með strákum sem ég var í náttúrulega boxi og leiði ég byrjaði að boxi þá allt inni byrjaði að tala við stelpur og svona Ekki sjálfströsti sko Já, akkurat og ég gæti ekki hort í augu við fólk sko það var ekki fyrir svona 15-16 og það byrjaði svona að reyna Ég hef alltaf erð með þetta Já, að horfa í augu Já, ég á erð með þetta er svona væga einhverja með mér hvað þetta var það sko Ég horfa á nefið og kinnarnar fóða mikið Já, ég gerði alltaf þetta skil horfa á ennið eða eitthvað svona en það, já, á þessum tímapunkti allt í einu þá við vorum alltaf svona hópur af svona nördum og
sumir horfa bara á anime eitthvað og sumir íþjóttum en við vorum alltaf að tala ensku sem mér fannst alltaf lægi sko en svo svona þetta svo hallarslegt ef maður svo aldrei fólk bara að deyta og eitthvað svona dót og ég ákveða bara ég ætla að því vorum alltaf bara í skólanum í fyrirmundum bara spjalla inn í skrifstofu hvað er þetta inn í bóksamnu og ég ákveða bara ég get ekki gert að leika þannig að ég byrja bara að fara heim, fór til pappa fæk mér Lucky Charms eða eitthvað byrja að hlusta á hljóðbækur og eitthvað og ég meina ég tala um þetta nokkuð sinnum á þessu podcasti ég byrja að gera þetta en að á hverju einstu kvöldi bara fór ég út var reyndi að hitta vinum mína þú veist eftir æfingu eða eitthvað og ef þeir gátt ekki hitt mig þá fór ég bara út að lappa og ég gerði þetta alltaf til að reyna að horfa í augu fólk ef einhver lappa fram með mér að horfa í augun og segja góðan daginn eða góð kvöldi eða hvað sem skipt ekki máli hvort það svarar og ef þið svarar ekki, bara fyndist Akkurat, já, þetta er æfing í félagslegri hæfni, sko þetta ég heyrti dröglega okkur TED Talki eða eitthvað svona dót sem TED Talks er frábær líka, sko. maður sé alveg þegar maður sé að nokkur fyrirlest að nota þar í náminu sem ég var í svona innovation og eitthvað svona dót, sko motivation, it's all about discipline þetta er bara, sko þetta er ákveðin hætta varandi, ég ætla að nota orðið símakynslóðan auðvitað ég alveg í símanum líka en ég alltaf elst ekki þannig upp, sko að eins og til minnst ég gleyma aldrei að fólk sem stendur okkur nærri, sko einhver sagði, bara hringdi í Dominus og hann að panta pítsu bara, fyrst að hringja hongað bara eins og það væri bara svakalegt mál að eiga munnleg samskiptið mannesku í mínútu maður hefur þessum áhyggjur bara af félagsfærni sko, og þessi ungsfólk sem er alltaf svona menn er í þeim aldurshópi líka bara hvernig mun þeim sko, hvernig mun þau vera við bara að ef þau fara að vinna í búð bara við ágæslu og það að vera ekki vera óhefluð sko, vera þurfa að haga sér, auðvitað alltaf mamma er alveg óheflað að var í vínandi og skipa að afgræða iðnaðamenn sem voru svona dónakallar sko og það var í lagi þar, en bara sko það er ákveðin félagsleg færni sem myndar við það að afgræða, eða þessi umgangast fullorðna ókunnuga og lenda í líka fólki með stælum ég meina það er alltaf ömurlegt eins og í desember ég gerir mér oft svona að leik í desember ef við kannski lenda á kassa hjá fólki sem ekki mikið að gera spyrja, aðja, hvernig er fólk búið að vera við því í dag og þegar fólk segir fínt, ágætt, ömurlegt hræðilegt, eða bara flestir bara jú, allt er allt, einn og einn svona sem röflar en það er svona feiti forrættandi PSN eins og ég sem við viljum fá Ágústu bara strax og akkur svona lengi að þessu skilu við svona, fólk var til að ég gera þetta ekki sjálf að ég held að verið unnið við Ágústu sko en þetta er óþrjóðandi þegar þetta er gert og ég hef aldrei séð þetta reyndar maður hefur séð myndbönd inn úr bónus fólk hefur tekið upp einhver vitleysingar sko ég veit ekki hvað ég myndi hafa sko dugir í mig til að koma til að gangi í veg fyrir eitthvað svona ef þetta væri maður bara undan mér, þá myndi ég kallið minn, slappa það hans af, skilurðu en ef þetta væri einhver ókunnur og ég var í bónus í Hafnarfirði og ég væri ekki akkurat í rauninni ég bara, hvað maður að gera, hvað maður ekki að gera getur þetta orðað einhverju meiru maður er hrættu við þetta, sko, líka þetta er eitt sem ég eiginlega sakna þetta við Dominos það var verslunstjóri og þannig að ég var super comfortable að vinna á Dominos ég kunni allt drasli, þannig að með tímanum þá byrjar ég, hvað get ég gert til að hafa skemmtilegra, skemmtileg tónlist og svo var Amerikanar bara uppáldið mitt að þeir tala við mann skilur, how you doing og svona mjög gaman að þeim og þetta er akkur með símakynslóðin eða whatever þegar ég var að fá sérstaklega síðasta sumar held ég, júní eitthvað rétt ári hætti, var að fá rosalega mikið nýjum starfsmönnum minn og í viðtölum þá ertu með svo skrítið að sjá eru kannski 17, 18 og þeir eru bara, ok, ég get það og alveg svona þeir myndi ekki að höndla að vera kringum þetta fólk, skilur, að geta afgreitt og þetta er ákveðið áhyggjuefni, sko þetta er það og ég hef lent í, held ég 2 starfsmenn sem bara brutnir niður og þeir var eitthvað brjálæðir og ég kannski, ég næ alltaf að þetta er svona, ég næ aftengja þetta er bara vinna þetta er bara vinna, þetta er ekki þú Friðrik og Hálfut, þetta er þú Dominos fulltrúi skítall maður þarf að muna það en þau eru ekki búin að ná þessu ennþá og maður skilur það alveg en þú ert líka bara, þú kannt þetta, þú ert orðið nógu gamall og þú er bara að vinna það lengi sem bara flott þér að þú kannt að skilja á milli personar og stöðuna svo verður því sko ég man ennþá fyrstu afgreiðsluvinnu minn var á Dunkin Donuts það var ógeðslega stressandi dagur við vorum nýkomin frá Tenerife, ég, pabbi og Niklas og þau og þeir opnuðu og við vorum úti þá ég fekk þess að dímur, bara þú getur bara komið hvernig þú vilt og bara, að það var svo mikið að gera og ég mætti hana dagur 5 eða eitthvað sem opnuðu
og ég bara, það var brjála að gera allir að fá sig kliník og ég lappaði bara strax inn og hún bara hérna er fötin, ok, kóta bara hér og hún bara svona setti mig og ég átti bara, eina sem ég átti að gera er að horfa kúnan og þeir segi mig hvað vildu og ég teka og setja kúnan og ég var bara svona skilja þeir voru náttúrulega að drífa sér svo mikið öskra og svona og það að vinna, það var erfiðast að vinna not really, en bara því að þetta eldskýrin eins og heitir fyrsta skiptið sko svo oft sem svona sem þú veist, ég ætla að fá bygglu og mínust þetta og ég gera vittlust og þá hann bara öskandi mig og þá er ég bara einnana og hvað ég gera ég mynda bara svo verið pappa þegar hann byrjaði löggunni í 95 sko fyrsta útkallið fyrsta bílslýsi, skilur og mögulega fyrsta líkið svo kemur að og jafnar ekkert á sig og alltaf kannski löggunni kjaflaði kannski það er ekkert brjálaslega mikið kannski klikka ofbeldisglæpi sem maður veit alltaf ekki sko en hann er kannski ekki því að nú er bara þann löggun almennt líka en bara þetta er ákveðin elskýrt líka þó var hann var samt orðin 25 ára gamall þarna en löggu vinna alltaf náttúrulega þá kemstu svona að afkimum samfélagsins sem við sem erum ekki til vandræða sjáum ekki sko Já, akkurat af mínum aldri allan í Keflavík það er náttúrulega rosalega mikið að dópina skilju og sérstaklega Snapchat þess að fyndi með Snapchat sko að hvað sem gerist til í Keflavík, þú bara alltaf einu sérða á okkur stóri, skilju, það er bara í síðustu viku þá var einhver á livestreami á TikTok ég held að hann var 19 ára eða eitthvað og það kemur 4 löggur inn og verður að taka hann því hann var með spýtti eitthvað bla 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 og maður þekkir alls konar fólk sem er að gera þetta þannig að ég veit alveg að löggan er að díla með allan anskotan og maður sé alltaf þessi vídeo sem löggan er með svolítið grimm og ég þoli ekki að sjá þessi comments bara löggan er hægileg og hvað var hessi að gera Akkurat, hver er the bad guy ég var með nýma að segja hvað er í gangi Þetta getur alveg sér umræða en já, þess ég nefndi við þarna svo við tölum the fat freak það sé sko allavega við getum bara að séð hver hérna ef við tökum fleiri podcast alltaf 100% þetta er mjög gaman, sko, spurningum að láta kannski svolítið tíma líða, við tölum ekkert Siffi Bæjarstjóri, tölum ekkert Siffi Presley sem að mjög margt var uppfannir af umræðinum að taka þátt, sko, það er náttúrulega ekki kannski lengi að vera að covera það, sko ég get sagt hvað Bæjarstjóranafni er, sko að ég heiti þessi á Facebook Sigurbjörn Bæjarstjóri Arnar Jónsson, sko, eða Sigurbjörn Arnar Bæjarstjóri nú man ég ekki, Sigurbjörn Bæjarstjóri Arnar Jónsson ég er að spyrja eftir þetta, hvað á ég að skrifa fyrir þáttinn, sko, ætla að hafa Sippi, ætla að hafa Bæjarstjórin Já, sko, þú getur haft alveg bæði, sko, en alltaf að því að Kjartan svo sem er ekkert að kynna ég segi alltaf, Kjartan minn, þú ert þarna þú fara að sjá starfið, ég fæ titilinn og þetta er svona sjálfskipaði vitleysingatitill en það er samt í upphafi var alvar á bakvið þetta ég var nefnilega að spá í það ég skal viðurkenna það núna man ég var upphafinum komingað ég var að fara í bæjarpólitíkina og ég vil að fara þá í sér framboð og ég hef komið nafn á hreyfingun allt saman og ég hef komið svona nokkur svona líkil línur svo komið framboð eins og frjálst afl og ég man ekki hvað heitir þessi Guðbrandur og fleiri sem er núna komin á þing sko og ákveða að fara þá í sér framboð og ég átti alltaf ekki róð í þessa menn, en ég hef búin að sé breyta nafnin í Bæjarstjóri á undan svona í gríni og ekki gríni, því ég er alltaf stendur alltaf á bara að komast á í stöðuna, sko og þarna, en svo hætti ég við þetta en ákvað að láta nafni halda sér og það finna ég, sko, þeir sem eru svona mínum aldri og svona kannski aðeins niður og aðeins uppúr, að ég var svo mikið að presslegast 94 og 5 og svona, sko, að þá þestist það nafn mikið við mig en það er eiginlega bara horfið eins og sætt Bæjarstjóri labban í bæ, sko, margir sumir gera þetta, sko, sem alltaf ég haf fyndið og Kjartan alveg sátt við það líka, sko en ég sótti alveg Bæjarstjóri á stöðuna en ég meina, ég hefði ekki haft á endanum þetta þangað inn, sko, við sem bara segja hlutin eins og eru, hann er búin að standa í öllum sem skuldamálum og svona hjá bænum og Kjartan er alltaf bara mjög góður Bæjarstjóri og hann líka, sko, ráðinn, hann er ekki, sko, fulltrúi stjórnmálaflokks, hann var í Framsóknarflokknum í gamla daga, sko og var þá í bæjarmálunum var þá bara ráðinn sér já, menn sóttum í það sóttum margir var hann búin lengi núna sem Bæjarstjóri þetta hann er sem sé núna að klára sitt annað kjörtímabil eða sem sé, já, það er bæjarstjórnarkosningar núna í vor sem sé 2014 kom hann inn og svo var endur kjörinn að því að meirihlutin hélt sér, sko, 2018 og svo eru bæjarstjórnarkosningar aftur núna þannig að þeir sem hafi aldrei til að kjósa eru yngri kjósið þó þið skiljið auðu það er ákveðin yfirlýsing en ekki segja ég hef engan áhuga á þessu því að þetta varðar ykkur þannig ef þið kjósið ekki þá hafið ekki rétt á að röfla bæjarmálin og það er bara staðreynd
svo alltaf eru sumir alltaf sem að fá áhuga pólitík snemma og fara í hana bara að eilífu og eru bara konur á þing bara 30 ára gamli, sko, menn sjáðu bara Áslaugu Örnu, nú var fyrrandi dómsmálaráðherra, nú var hann vísinda og iðnaðaráðherra, sko, hún er alltaf búin að vera bara tengt pólitíkinni sem hún var bara táningu, sko, og öflög, sko. Típa af persónu sem bara festist í þetta og já, þú þarf alltaf tilbúin í ýmis konar svona, pappiðin bróði frambóð, en hann var aldrei einu baráttursætti, hann hefði aldrei farið í bæjarstjórn nema sem varamar ef að flokkurinn hefði fengið alla bæjarfulltrúa hana, en þá var Keflavík og Njarðvík aðskilið, sko. Já, ok. Já, var Keflavík og Njarðvík, þú veist. Ég held að við minni þá hann hafi verið, hann var líklega þegar það var búa saman að, Nei, það var undan 92 minni með hafi verið, eitthvað svolítið, ég mann ekki alveg, en þá var Keflavík bara sér og Njarðvík bara sér. Var þá mikið svona, þú veist, ég veit ekki, svona bæjarstríð já, sko, málið það var samt snerist bara íþróttastarfið já, fótbolti og akkurat og körfubolti, það voru af og til einhvers slag, það voru svona vitleysingar eins og menni minni Árgeir og svo menni svo hvað maður segja eins og Tommy Njarðvík, sko, sem voru alltaf bara að leita slagsmálum, það fínustu gaur allir í dag, sko en þá voru slagsmál, sko, það menn voru að leita að því stundum, þessi sömu fjóru voru að leita hinum fjórum, en auðvitað ef maður Njarðvík ekki koma opið úr hérna, þá var einhver svona pústra sér, þá var íta mönnum fram og tilbaka, ekki verið að kýla kannski menn í klessu í blóði, það var ekki alveg svoleiðis. Þegar þú segir þetta svona þegar hún finnir í dag, ég er alveg með nokkra, allir í Keflavík mínum aldrei, við þekkjum svona sömu 4-5 gauðra sem hafa bara hverjustu balli, þá þú veist, hann að ríða fyrir undir þessari og hann að slá þennan og ég kom upp að ein með þessu gaur á einu balli, ég var svona snimmi, blessaður, ónefndi gaur og hann var með smokk fylltan af vodka og ég bara blessa hann og svo allt með vodka og hann spreið bara í andlitið minn og ég náttúrulega í bóksan og ætla að lemja hann og þá tekið mig í burtu og þú veist, sett okkur bá í jörðina og allt þetta kjaftaði maður en þessi gaur hann spýttinu og öllu sitti, skilur og það er alveg nokkri svona í Keflavík sem allir þekkja og hvað gerist með það, skilur maður alltaf veit aldrei þetta yfirleitt er alltaf aðmönnum yfirleitt, ekki alltaf því miður, sko nei, hann komið kæristu og þeir eiga íbúð eitthvað svona en það eru 4 göt í veggjanum hann, skilur það er alltaf einhver nokkuð sem að komast ekki yfir þetta en það er engin kannski í slagsmálum ángundalenni 70, sko, menn hætta kannski því en sömur eru bara, hvað maður segja eilíðar vitleysingar, þú kannski kemur ágætlega fyrir og stendur alveg þinni vinnu en þú ert alltaf svona, þú ert kannski nærð aldrei einni virðingu í samfélaginu og mannurinn skiptir máli og núna sést það þegar fólk er búið með eins og grunnskóla og komið í fjölbrautaskóla, sko, þá bara nú er lífið að byrja af alvöru, það er enginn að gera lengt lítið úr grunnskólanámi, sérstaklega ekki 9. og 10. bekk, það taka alveg á en núna er fjölbrautanámi orðið 3 ár staðan fyrir 4 ár, búið að draga úr skemmtana hlutanum úr því, sko en þú ert vissulega þarna að byrja að skapa þér nafn og ég segi við alla sem er að byrja að vinna hvort sem það er að kassa í bónus, aðra hverja helgi eitthvað svoleiðis, þetta er bara upp að þínu lífi og ég meina, menn og segja, ég man alltaf eins og menn segja alveg við mig stundum, ég man alltaf þú ert alltaf svo duglegur og ég var það 14 ára gamall 15 ára gamall, þannig að sko mannorðs sköpunin hefst bara að byrja að vinna en ekki að tala um að ef þú berð út illa ef þú berð út illa þá getur það ekki að háðir út af 50 skilur en að hafa það að metnaði að halda sakaskánir henni og haga þér eins og baður við aðra auðvitað getur maður fíblast það sem maður þekkir en ekki vera sko einhver þurs og eins og mín rödd er stundum há á kvellin og stundum geti virkað held ég öfugt á fólk svona, mikið læti í honum eitthvað svona en sko, ég held ég ekki mjög dónalegur, ég passa mig á því, sko en þetta er allt hluta því svona, að því þú getur auðvitað verið settur út á kant í samfélaginu segjum að einhver, til dæmis að myndi bara sannast á einhvern svona góðan hann er bara búin að vera bæra konu sinni heil lengi og hún fyrir allt henni bara kæri það menn geta orðið bara útskúfa í samfélaginu, segjum að þú ert bara labbandi í Netto og enginn vil tala við þig ég laði binn og ég tala við 30 manns og það er bara hluti af upp í eins og gaman að hitta, það er ég segi sko ég er einrætt en ég er að samt ekki mér gaman að hitta fólk á ákveðnum stöðum en mér slákið líka heimi á mér og vera eitt sko
Þannig að ef ég var eitt í 15 sótkví, nei, hljóma hræðilega, það myndi ekki fara illa með mig, sko. Þetta færi illa með marga, sko. Ég er ekki búin að fá COVID, ég er ekki búin að þurfa í sótkví, ég held ég 2 daga, þannig að sótkví gátt, hvað sem þetta er. Já, smitgátt, já. Ég er pirraður, sko, mér langar að COVID. Ég meina, sko, ef þú pælið, við tölum bara okkar nærfjölskyldu, við höfum verið ótrúlega heppin, enginn sem sé af okkur systkinum 3 og þá afkomendum hefur fengið þessi allt, það hefur fyrstulega fólki kringum afkomendum hefur fengið það, sko. Pappi var sótkví til þín okkur sinnum eða ekki. Já, en það var nú einmitt við getum sagt það núna sko, en það var náttúrulega bara eitthvað sem það slapp fyrir hot sko, að gera það en náttúrulega það ágætt að gera þetta svona sko átti ekki að gera það, en það má hlæja inn núna sko, það slapp alveg fyrir hot sem betur fyrr en mér hefði sett alveg hvað þetta er úbreytt núna þá að maður hafi sloppið og þegar þetta var mér segið eins og í fyrra vetur þegar ég var bara einn í vinnu, ég var að keyra einhverja útlenskar áhöfnir hérna fyrir eitt fyrirtæki upp á flugvallarsvæði ég nefndi aldrei að setja grímun á mig og þarna voru bólusendingar nei, bara inn í bílum sem ég með þarna voru bólusendingar ekki byrjaða sko nei. Þannig að ég gríp eiginlega ekki neitt sko fyndið sko, með Dominos ég var ekki heldur með grím inni af því að þetta er svo heitt hann inni já. Bara alveg þákulega það var bara sagt mér þú verður að gera þá, þú veist, þetta gerir manna já en, núna er hluti okkar kunnum hjá rútufyrirtækinu sem að býður þetta og við gerum alltaf sjálfsögðu þá en eins og þegar ég er að leysa af eins og bílalöfstræðdónum sem er eitt af okkar verkefnum upp í Flugstöð þá er ekki með námi sko það er líka enginn með grími sko ef þeir eru að keyra skilu ég sé enga taxa bílstjóra með þetta sko mér finnst það að vera svona 50% með taxana ég sé það náttúrulega líka sko en ég segi við bara ef maður fyrir innum på völl þá verður alltaf að hafa grímu já ef við getum alltaf sagt hana svona ofnbæla núna er þessi í dag þá það er 20. janúar 2022 og það er 10 manna samkomutakmarkun það verður gaman að sjá hvernig þetta er 1 ár ég meina þeir sem eins og þeir má hlusta podcasti á Emil Seppa og Pétri sko þetta er meiri segja fyrra sko þetta verður búið í sömur og glamaður svo bara var veturinn bara enn verri en auðvitað voru bólusendingarna byrjar þannig að veikindi voru ekki að svæsin hjá fólki sko ég finnst að klikka bara 2 ár síðan þetta byrjaði sko. það er mjög ég mitt múin að breytast alltaf rosalega mikið akkurat bara allt ennur stað sko samt í þessu, við samt að tala sama dótina sko. já, hvað þetta var, þú ert náttúrulega búin að ganga gegnum vinnubreitingar og svona og ég er bara að flytja sko 2 ég er búin að skipta vinnu og allt þetta byrjaði podcasti aldrei kipti hérna bíl og alls konar drasmaður þetta er þannig að það voru gaman að sjá nú bara spurningi hvað við erum alveg muna hvað við tölum sko en sko látum líða svolítið langt jafnvel bara 1 ár ég held ekki sko, allan 6 mánuðir já ok, 6 mánuðir nýja stúdíu verður vonandi tilbúið í mars ég er búin að tísa þetta endalaust en þá vil ég fá vonandi líka kannski pappa og Jón eða það verður fín kombo sko þá þetta verður svipað að þú þekkir kannski ekki þetta verður svona vaffborð já eins og hérna skilu, það væri kannski svona borð hérna þá getur verið 2 stólar hér 2 stólar hérna og það eru 4 myndavælar, skjáar aftan á okkur og allt sko, okay. bara alltaf pakkan sko það var reynda gaman að tala um Sibba Presley, þá getur tekið myndir þá getur bara sagt, póluðu upp mynd 2 þá kemur mynd á skjáin við getum það undirbúið aðeins, ég hef til alltaf svolítið að myndum og svo á ég til með þess að myndband líka akkurat. Og þá en ég ætla að beðast afsökunar fyrir það, ég vil líta alveg eins út þetta 6 mánuði að sko, ég var rengla sko, þú ert ekki feitur þú sem við 2-3 kíló utan aður en þú ert sko hlussa með hvernig ég var 18 ára þegar ég var ekki neitt sko. Það sem ég var, þegar tala um Body Dysmorphia alltaf, ég var 55 kíló jafnstóri núna, þegar ég var að keppa í boxi grindhórar og leið miklu, bara eins og ég var spikfeitur en þá og gat aldrei komið yfir það og ég fluttur út núna það held ég mikið partur að vera bara alveg einn bara með sjálfur, nú get ég bara búið til hvernig líf ég vil hafa akkurat, við erum vissulega með þú sé þetta okkar fjölskylda það er svolítið einstæðingum sko, það er Haukur og það er pabbi og það er pabbi þinn og það er ég og það er þú og það er alltaf gott sko að ég get séð svona ég vil, þú veist þá Haukur er alltaf frábær ég vil ekki svona enda eins og Haukur bara ekki að hafa aldrei konu eða neitt svona börn sko, mér langar í börn 100% sko. já, en það er líka, það er bara 22 ekki einu svona 22 og ég vil ekki börn núna alls ekki sko akkurat eins og ég þarf ekki fleiri ekki annað barn sko, ég held það á lausu link í bæjó já, þannig að sko en maður er bara þetta gamall að ef ég myndi fara þá verð ég sko ferma 60 ég myndi eignast barn í dag líka við sko já, það þannig að horfa þetta líka sko menn er að gera þetta, menn er að skilja á mínum aldri eftir kannski 25 ára samband með jafnaldru fara í
yngri stelpur sem allt í lagi skilur sko, kannski einhverja 30 ára gamla eða svoleiðis að 25 ára jafnvel sem alveg dæmi til líka og þær vilja og alveg skiljanlega fara í barnapakkan líka, vilja fá sitt barn eða börn 2-3 þá þeir eignast börn aftur, þau eru kannski jafn gömul sem sé sko makin er kannski sjöpa gamalt og elstu börnin sko. Það finnir svona, ég heyr oft það er mikið upplýstandi sem ég horfa á sem eiga kannski pappa sem 70 þegar þeir fæðast og þeir segja stundum að þetta er svolítið selfish eða þú ert orðin kannski 65 á hver eignast barn það er pínu punktur í því þú ert að vera að deyja sko já, það er bara þetta er alveg sterkur punktur líka ég sjáðu bara eins og með pappa sko, segjum að hann væri bara allt í hann lausvita og myndi byrja með einhver jafnötur Alexander skilur þau Alexander er alltaf ekkit hann er 30 og þarna 30 á þessu ári hann er ekkit baby skilur þau sko en ég meina þetta getur alveg gert að menn byrja með yngri maka sem er alveg jafn gamall og elstu börnin sko það er alveg svoleiðis dæmi sko hvað er Elín? Er hún 71 móti líka? Nei, hún er 75, hún er ára eldin ég segi ára eldin, já þannig að, ég meina, þau tökum bara elskulega Skúla Móhansson, stofnanda og eiganda Vá ég meina, hann alltaf var hann með henni Rikku hann sjónvarskonu, svona er hann núna búin að vera lengi með fyrirverandi flugfyrir höfa á Gríma, hún er 90 ára gerð sko og hann er 66 ára gerð shit nice hvort hún sé 91 ára það er alltaf 20 og einhver ára munur á þeim sem er bara alltaf lægi sko, og vel gott samfélag, komið 2 börn en sko, hún er bara svipum aldrei og dætur hann sko þannig að hann er að fara að ferma eins og ég segi hann er hvað, 54 þá? Já, 50, nei, hann verið 56 ári sælir maður, já 10 ára meldin ég ég er að ruggla við að því ég tók á móti gaurum sem á Play ekki Biggi já hann er í klikkuðu formu núna með að við kannar var í dimmu ég var að sjá myndbundan á Vísi já, hann hefur tekið sér mikið á hann er rosalega flottur núna sko, bara. Hann alltaf var aðstofastur í 1 ár sko. Ég hitt hann einu sem þegar það var hann var ráðinn inn tíðanbundi hann var hætti skúlega láta einn eitt var þetta hann var ráðinn upp á 1 ár hann var eins og sagt í fréttinni þegar hann kom inn sko alveg sko hann er flottur og ég bara maður óskar bara að play en hann er byggt upp af ástafsmönnum sko en hvort það séu allir sem kom inn í sömar endilega fyrrandi af ástafsmenn getum við ekki alveg sagt til það er viðbúið að verði það að langmestu leiti en það er alltaf mjög margir ástafsmenn komnir í annað, mjög margir held áfram í námi og kláruðu, ég sá að myndi bæði núna í vor 2021 og líka 2020 fólk sem bara dreif sér í master og kláraði hann mjög margir klára verkefnastjóran heldur sér 4 orðin í festinasalar og bara hann er gaman að þessu auðvitað var þetta erfiðara sko, við váararnir við miðum oft við 2015 hópin og fyrr þar þekkti ég alla með nafni persónulega svo bara kom annar eins hópur 2016 og rúmlega þá var ég bara halló stelpa ég gæti á ekki muna þetta lengur ekki þessi það er málið getur þú sagt rétt ára klárum minna því fólk er náttúrulega mín máltri veit kannski ekki hvað Sippi Presley er kannski svona aðeins bara já, fyrir bara örstutíða bara það var þannig að ég búin að elvist aðdáðandi eiginlega alla mína ævi en það samt kom meira þessi alltaf því ég var barn sem sé 10 og 9 ára vissi alltaf hver lögin hans voru alltaf gaman að þessum rocklögum sko svo hann tekið þátt í söngakeppni sem hétt Holtavision þá var Holtaskóli sem sé gagnfræðaskóli ekki þá voru skólanir ekki eins og eru í dag fyrir sem sé þinn hlustanhópa skilja Holtaskóli baby já, akkurat sko þá var hann bara fyrir það sem voru frá sem sé 7. til 10. eins og við þekkja það núna og þarna ég tók þátt í þarna söngakeppni það lendi í öðru sæti og saman tíma voru haldna sambarlega keppnir í Garðarsangir og Grindavík og Vogum og svo saminuðust þeir sem voru í fyrsta og öðru sæti og þessum keppnum í stóra keppni í Stapanum og það þannig að það var búið að hvetja mig til að fara orðnundan ég var svo mikið og svo feimin þá var ég nýbúin að koma út úr skápnum með það ég var elvis aðdáðandi þetta var svona á þessum tíma líka eins og hjá ykkur að það mátti ekki vera út fyrir normið þú þurftu bara að fíla nútíma músík og ekkert annað sko og svo bara en að því ég var svona kannski breiðari karakter heldur en kannski sömur þá tók fólki bara já flott bara og hafði gaman að þessu og fólk voru alveg að fíla lögin sko að fara að spila það á og til Elvis hvað var í 50s? Já sko hann er náttúrulega konungur rocksins Elvis Aaron Presley því hann kom náttúrulega en það var honum að gefa þetta 650 eitthvað hann er fyrsta sko superstjarna rocksins hann er ekki svo fyrsti í að koma hann kemur rockin ekki hann byrjar ekki rocki sko hann kemur í áleiðis til hvítamannsins sem var að kaupa plötum fyrstu celebrities í hann er, já, nei, eins og Bing Crosby og Frank Sinatra voru mjög þekktir og fleiri sko, en hann er fyrst eða svona
hann fyrsti þungarokkarinn sem sé ef við horfum það sem svona utan hins venjulega þá hann skálmöld þess tíma en bara þá svipa á skálmöld væri mainstream skilur sem það að hluta til en ekki alveg en já og þannig að hann sko hann reynda sko ekki kannski alveg ég veit ekki þess að sölutölu alveg hann var í áratugi ég held að lang söluhæsti sko einstaklingur alltaf Bítlandir áttu oft fleiri plötur en sem einstaklingur átti hann en nú alltaf mannkinn orðið fjölmennar og það búið að kaupa eins og Mariah Carey og All I Want for Christmas held ég eitt söluhæsta lag bara allar tíma reyndar White Christmas held ég ennþá söluhæsta lagið en til dæmis hann fyrsta heims rockstjarnan það málið ég svona, kannski ekki fyrsta celebrity en worldwide bara, já sko, fyrsta rockstjarna heimsins hann það klárlega sko hann kemur blúsnu sem var í gangi hjá öðrum hann í Memphis og Louisiana og fleiri stöðum á þessum Suðuríkjum áleiðis til the mainstream media eins og maður segja sko þá voru bara hvítir í sjónvarpinu sko það var bara þannig þú varst alltaf Sippi Presley já það nafn byrjar að skapast í framhaldi af þessum tveimur keppnum sérstaklega seinni keppninni þegar ég var þetta að byrja að spyrjast aðeins út svona að hafa verið ykkur Presley-stákur kefla með flottar hreyfingar af því þegar ég var í Holtaskóla í keppninni þá var ég með svona sveifluna líka af því hann var að sveifla með ömunum og löppunum og svona sko ég var náðu þessu ágætlega og svo þegar ég steg á svið í stafanum og allir, jæja, góði keppandir í áttina bara spólu þess að það keppnir tók svo yfir eitthvað djöfulsins ömulega bíómynd ég hef aldrei getað fyrirgefið mér það þetta var bara til í Holtaskóla líka svo náttúrulega var búið að henda þessu það líka þetta ekki til neinstar þetta stór ástæði að svona ég save ennþá Million Snap og myndböndum svona sérstaklega podcasti núna sko já, og ég þetta, sko. Akkurat, en ég framvaldi þessu það 92 þá fekk ég fór ég skemmti á árshátíð kaupfélagsins árshátíð stangveiðafélagsins og svo var mjög lítið þangað til sko eiginlega ekki deila fyrir bara 94 neða 90 og þarna, 92 höstu já þá leti ég gera fyrir mig einn búning og þá fór ég að skapa mér nafn hérna á svæðinu sem skemmtikraftur og var ég búin að koma fram með morgum ásatíma 94 en frá 93 fyrir ekki þá var fyrir búningurinn gerður og setni búningurinn gerður í 94 snemma árinu og ég hef búin að upplefa svona örlítið að vera í svona ásatíða senunni ég var bara allar helgar frá svona janúar og februar 94 fram á vori ég var ekki á neinum sko útiháttíma neitt svo höstið alveg stanslust þannig að ég er búin að koma fram víða sko, ég er búin að koma fram á alveg utan Keflavíkur og Reykjanes og Reykjavíkur líka sko, ég er búin að koma fram á í Þorláksmessu og þeir myndi Þorlákshöfn og Selfoss og Borgarnesi og Akranes og svona sko en þetta allt saman á tildur á stuttum tíma þannig að þetta var komið svona nafn og ég var í Hemmagunn 93 til dæmis í jólaþætti hjá honum það svona svolítið upphafið að ókunni fór að vita hver ég var, svona smá og ég á þá til að spóla, það til ennþá þannig að við getum sýnt það í næsta podcastætti sem bæðu vegi verður neitjók þannig að ég á til myndir á sviði og ég á til eitthvað upptöku líka á sviði líka ég til að sjá það sko það er ógeðslega gaman að fá það við erum bara að spjalla núna í 2 tíma ég ætla ekki að pissa kannski með henni nú er ég bara spreng sko er eitthvað sem þú vilt kannski bara bæta henni kannski hvað getur fundið á Facebook og svona Sko, ég er með opinn aðgang og ég heiti bara Sigurbjörn Bæjarstjóri Arnar Jónsson á Facebook og það bara alltaf opið það. Ég reyna að vera fyndningurinn á þess að leggja mig kannski vola fram við það sko. Ég tek ekki þátt í pólitísku ádelum og ég er ekki að deila fréttum af þessum kynferðsbrotum og ef ég reyna að vera skoðanasterkur. Það eru nógu margir í leiðindunum. En ég man ekki eins og hvað ég heiti á Instagram, hvað þessi Sippis, eitthvað Keflavík 1976 eitthvað svoleiðis sko, ég er ekki mjög öflugð þar og ég er mjög lítið á snappinu ég er aðalega bara að sinna þessum grúpum sem ég er í og það er einhverja fjórar grúpur eru það aftur það er fjöllan okkar og svo er þetta líka sko klúbbar sem ég er hluti af sjálfur sem er alveg ótengt fjölskyldinu sko Nei, en alltaf varst ekki Reykjanesbergi góðan bæbit Nei, já við getum það er nú önnum bara sem ekki tekið senda mér Nei, grúpan sem ég stofnaði í einmitt dönsku tíma í aðgangskúrsus í Danmörku Keflavíkingar og hún er svona ópolítisk og ekki með auðlýsingum það er ofta ég leifi svona týndum hundum og týnd húfa litla dóttur minnar að hanga inn 1-2 daga en fólk er að setja inn einhverja vipur og ég er með sendibíl hendur svo öll út leið og fólk er að deila einhverju fréttum af einhverju sem er að gerast í Keflavík út með allt, þetta er ekki að frétta sig það þarna er að koma inn gamla myndur ég hvet unga fólki að skoða þetta til að skilja aðeins uppruna sín
að því þarna eru mikið af fróðleika því að kommentin eru fróðleikurinn eins og ég legg til núna ef þetta kemur inn kannski á morgun hefur hvernig sem það kemur eftir 2 vikur sko. Já, 2 vikur, já, ok það kom posturinn í gær sem var mjög fróðlegu frá manni sem öflugum meðlemur en það kannski ekki mikið að senda inn en það kemur, það mjög áhugavert bara uppbrunna Keflavíkur bara alls, sko þessi bara frá miðöldum og 1200 eitthvað og það enda sko kommenti líka voru bara gaman að lesa frá flóðrættum ég var bara þannig að það þarf að fara í sko fornleifa aukvört innan Reykjanesbæjar mjög flótlega á 2-3 stöðum þannig að þetta síðan gengur þetta myndir frá því í gamla daga og gamla daga getur líka verið sko 2000, hvað er mikið búið að breytast að Hafnargötunni síðan 2000 hvað er mörg fyrirtæki búin að koma og fara síðan þá fiskabúar hafa fara hausnina já, ég meina það er bara svoleiðis en náttúrulega líka gaman sem myndi síðan 50 og 60 ég meina við höldum alltaf allt hafi verið malbygga nei, Hafnargatan var sko ekki alltaf malbygguð en eins og sem að Hlöllabátur núna hann hafi verið ekki Olsen það er gamla kaupfélagi það hafi einu sinni bara sá hluti sem Olsen er í núna bara sá hluti upphafið að byggingunni svo búið að bæta við hann öllu síðan þá sko já, ok veist þú hvað er komið hann núna aftan Olsen það er svaka flotti stólar og ljós og eitthvað þetta var veitingastæður sem að nokkur svona frumkvölar voru með en sem að bara lifði ekki en svo var þetta aðeins voru sjálfstæðismenn með þetta sem kostingaskjöfstónu kostingunum sem leið hann nýbúið að breyta þessu ég bara fór hann ég er að vona að þetta verið veitingastæður ég vona að koma aftur veitingastæður við erum með Olsen og í hotninu er þessi Framsóknarflokkurinn djama hann oft sko aftan á það þá er annan inngangur og það eru flotti stólar á borðu og svaka ljós og eitthvað svona sko núverandi útgáfa ef það er ekki búið að breyta innréttingunum kannski búið að breyta stólunum það er það sem að Adam og Jensi Gia settu upp í núverandi og átti að vera svona flottur staður og hann er alveg flottur, hann bara lifði ekki mjög lengi því miður og ég bara vona ef einhverja setja þetta af stað að það fara aftur af stað því að þetta í mín kynslóð og ég þarna byrjaði glóðin og á þessum veitingastað í glóðar uppsetningun á honum þar byrjaði Roxanne sem er núna á stað það alltaf fór í kassa í mörg ár sko að því að glóðin lokaði fyrir löngu síðan og þegar þessi staða var opnaði sem að lokaði sem er í klemmis og minnitingum þá var löngu búið að taka þetta niður þannig að ég vona bara að því að við sem bæjarfélag erum orðin með miklu meira úrvala veitingastöðum heldur en nokkur sinni fyrr og ef hann er að koma ennir staðurinn bara frábært ég fæ ofta að heyra frá sjálf þetta á TT podcast er komin inn fyrir nokkur viku síðan og þeir bara, ég má aldrei fara í Keflavík af hverju svo mikið að veitingastöðum akkurat, við sko málið það þetta er alveg umræði 1-2 viðbútt það var að hafa líka kjartan hérna bæjarstjóra með okkur en sko við glímum við ímyndara vanda sem er byggðu bara á bulli fólki, ekki í gangi kjæla þetta er svo ljótur bæjar og svona og sem er aldrei komið hérna akkurat sem dæmi sko you're just an air, en alltaf mín kynslóð bara TikTok, krakkar að djóka skilur en þetta er bara flöðlu skilur ég myndi líka að finna sko, ég var ná með fólki í Danmarku í námi sko, sem að ef þau sjá þetta einhvern tímann kerðu henni gegnum bæinn á leiðinu úr flugi eða sem ég var að skvöldum úr flug og kerði gegnum á sunnudagsmóti klukkan 5 allt náttúrulega slögt sko, ég sagði hverju áttu þau vona klukkan 5 morgunin á 5 morgun, já, eitthvað svona dót sko þannig að, og ég sagði líka að þið eru frá Grundarfirði sko, þannig að eða hvað það er Ólfs, ég manna ekki alveg sko, það eru 700 mann sem búið þar en ekki reyna að halda það sé ekki meira í gangi það er skrúgang á hverjum degi og 20 búðir og 30 skemmtistaðir en þetta er byggt á bara sko gömlum fortíðavanda þegar við vorum með ljóta innkjöldi bæ þegar maður kom í gegnum Njarðvík það sem að ólýst bensinstöðinu núna það var alltaf óþýrt og það var moldar og hrú það var bara ljótt þar, svo var það lagað fyrir upp á 93-4 og það var svona upphæða bærin var svona allavega eins og ég man það gömulsvæði var loksins tyrfð sett torfa á það og þannig að við náttúrulega erum miklu fallir í bæri en vorum hérna bara fyrir 25 ára síðan sko það er bara staðarinn sko það er ljótið staðarinn það ég meina það eru eins og Eyrin og Akurey það er bara ljótið staður hvað er Eyrin? það er Eyrin rétt hjá bryggjuna sem er skemmtiferðarskipin liggja það er gamalt hverfi ég labbaði hana eftir langt jam þá labbaði ég allt þetta einhvern tímann á Akurey sumrin á bíladöfum er þetta ekki svæði rétt hjá bátunum og það er rosalega mikið af gömlum bílum rústuðum hana Jú, þetta er bara ljótt þetta er náttúrulega innanakværi líka en þetta eru ljótust hús bæinn sem eru þarna Akurey er fallegu bær en hann er ekki allur fallegur það er ekki allt fallegt á Akurey auðvitað alltaf gaman að firðin við alltaf bjúum hérna við að vera í rókaraskættu og við bara viðurkennum það að hérna er meira rók en við þurfum ekki að hafa ágjör af snjóflóðum við þurfum ekki að hafa ágjör af öllskriðum en við vissulega erum með rókið og alltaf eldgosa
möguleika, náttúrulega jarðskjálftarnir sem voru hérna, sko, það er náttúrulega okkar náttúru að hætta, en við lausum margt annað, við erum það, sko, við lókumst aldrei inni. Ég er ekki múin að fá svona mikið snjó, í 2 ár núna, 2-3 ár. Það er bara staðrind, það er bara, ég er bara, kann mjög vel við þetta, kuldin og rokki getur leiðilegt, en ég er samt mjög ánægður með þetta, það er staðrind. Fox er bara mjög gaman að spjalla við, þetta var bara ógeðslega létt og skemmtilega spjall. Já, það við kannski þekkjast ekkert brjálæðislega vel í sjálfur sér, sko. Nei, eiginlega ekki, sko. Ekki þannig, sko. En bara geggja, þið þekkið þetta, öll links in the description, bara takk fyrir að hlusta. Yes! Yes! Fucking put your frick!